Velkomin í föstudags þátt Rauðaborðsins. Hann svolítið með öðru sniði, við ætlum ekki að fara yfir fréttir dagsins, heldur senda út 2 viðtöl. Fyrst kemur Gylfi Zoëga til okkar, prófessor í hagfræði, og ég ætla að tala við hann stöðuna í efnahag heimsins, en mikið til verðbólgu sem kannski mál þessara missera, það mikið undir, nýjir kjarasamningar þar sem reiknað með lágri verðbólgu og þannig að hvernig verðbólgan hreyfir sig getur haft mikil áhrif á kjör fólks og svona stöðuna í samfélaginu. Á eftir ætla síðan María Pétursdóttir að ræða við hana Gretu Óskarsdóttur sem hefur persónulega reynslu af myglu og hvaða áhrif hún getur haft á líf fólks, hvernig hún getur brotið niður heilsu og hversu erfitt það getur reynst að fá fólk til þess að taka þetta alvarlega, að fá þjónustu í heilbrigðiskerfinu, einhverju viðbrögð við kerfinu. Þannig að föstudagsþátturinn fyrst og fremst þessi 2 viðtöl og við byrjum á Gylfa Zoëga. Þá ætlum við að snúa okkur að efnahagsmálunum. Ég heima á erlendis eins og sagt og hann komin hingað Gylfi Zoëga, verður velkomin. Það er gaman að fá þig. Síðast þú komst hérna þá byrjum við að tala ástandið í svona heims efnahagnum og það var svolítið dökkt yfir þér. Þeir fannst vera svona aðgerðir í Bandaríkjunum myndu leiða til þess að mörg ríki myndu lendi í vanda og það, svona í minningunni að endursegja það varst til að spá fyrir að kannski 1 land eða 2 í Evrópu myndu lenda í stórkostlu vanda. Hefur þetta skánað? En það stendur ennþá að vextir í Bandaríkjunum ennþá uppleið, svo það búist 25 punkta hækkun á næsta fundi og það hefur áhrif á vaxtastigum allan heim og við vitum að stórhluti nýmarkaðsríkja eru núna og þróunarríkja eru í eins og kallast debt distress, það er að segja það skulda á vanda og það má eiginlega segja að þetta sé þú getur rökstutt að þetta væri einn svona stærsta fyrir utan Rússlands ástandi, stærsta ógnin að heimshagkerfinu. Svo Vesturlönd ættu kannski núna sem þau eru kannski að gera en ekki nóg þá að kortleggja þennan vandar sem að verða til og koma með þá einhverja áætlunum hvernig á að bregðast við því. Svo það stendur, en það sem gott núna á þessu ári að fyrsta lagi verð og orku hefur komið niður, svo veturinn í Evrópu hefur verið betri heldur en ekki eins kaldur eins og það geta orðið. Það er þetta spáð heimskutta hæð yfir Bretlandi núna bara næstu dag? Ég var að reyna að vera bjartsýnn, en það er eitt. Orkuverð hefur ekki haldist eins átt eins og það var í ágúst, þá mjög slæmt, núna hefur það komið niður, olía og gas. Og svo opnunin í Kína. Svo Kína hefur gríðarlega áhrif á heimshagkerfið. Svo því hefur haldið fram að það að Kína var hluti af heimshagkerfinu og fólk flutt úr sveit í borg í Kína frá 1990 hefur aukið framboð á ódýrum iðnvarningi. Það er eins og 100 milljóna manna hafi bæst við heimshagkerfið til ódýru vinnuafli sem er haldið niður í verðbólgu á Vesturlöndum. Það er kenningin 1990, 2000, 2010 og jafnframt skert hag vinnuafls, svo fjármagn hefur hagnast, vinnuafl gefið eftir. Vinnuafli gefið eftir á Vesturlöndum? Já, vegna þess að framleiðslan hefur flust til Kína. Sérstaklega í Bandaríkjunum sem hlutdeild vinnuafls í þjóðtekjum hefur farið stöðugt minnkandi en þetta dreifist mismunandi eins og í Bandaríkjunum undir gömlu iðnaðarborgirnar sem verða fyrir skelli unga kynslóðum fyrir í þjónustugreinar ekki í verðmætu iðnaðarstörfin og við sjáum afleiðingarnar, opioids og hvítir bandaríkjumenn sem bara samfélagslegt hrun á öllum sviðum. Hvítir bandaríkjumenn sem hafa ekki lokið háskólaprófi, þeirra lífslíkur fara núna lækkandi sem er alveg einstakt
síðan aldamót hefur það farið niður á meðan þeir sem hafa lokið háskólaprófi, þeirra lífslíkur halda áfram að vaksa. Af því að þeir eru þá meira á ströndunum það sem fjármálastarfsemi og háu launin. Svo það verður þá misskipting innan hans og Bandaríkin eru svona aukadæmi þar og risaveldi. En við höfum riðbelti annars þar, við höfum riðbelti í Norður-Fraklandi sem voru til að sambarnum ástæðum. Og þú sér þetta endurspeglast í stjórnmálum í Fraklandi að þú sér að hægri flokkar, þeir sigra þá í París, svo þarftu bara að keyra hálftíma út úr París, þar sem eru gamlar minni borgir, þar sem iðnaður var. Og þeir fara þá fyrir í Le Pen og slíka flokka í eins konar uppreis gegn þessum venjulegu flokkum að því fólki finnst að sitja eftir sem eitthvað til í. Já, og svo upp í Calais og það svæði. En er það talað um að og sama í Bretlandi, talað um Brexit. Það er suðaustur England og London sem hafa blómstrað eins og Norður England sem er að vísu átt í vöku að verjast alveg alla 2000-öldina en þessi ódýr innflutningur hefur ekki hjálpað. Svo Kína hefur þau áhrif að valda hefur verðbólgavextirlöndum minni, þá eru vextir lægri vextir þýðir að herra eignaverð, svo hlutabréfabólur og hátt fasteignaverð. Það þýðir að vinnuafl á í vöku að verjast staðnum lífskjara almennings, minni völd, verkalýsreifingar og þar með almennings. Já, einmitt. En auðvitað við kaupum alla þessa ódýru hluti frá Kína, föt og annað sem að núna er ódýrt, en fólki sem áður framleitt þetta á Vesturlöndum hefur það ekki eins gott. Svo það sem að brást, má segja, sko alþjóðavæðing og alþjóðaviðskipti eru svona almennt að vinna góða, en það sem brást var að endurdreifa innan Vesturlanda, þannig að allir sko það var ekki þannig að sumir hagnuðust mjög mikið á þessar alþjóðavæðingu og aðrir töpuðu að sko í hagfræði sagt að alþjóðaviðskipti séu jákvæð af því að þeir sem hagnast á þeim hagnast meira heldur en hinir tapa sem tapa á þeim og en ef þessi endurdreifing á sér ekki stað þá verða til hópar fólks sem að sitja eftir og það hefur valdið þessari ólgu á Vesturlöndum. Þetta er einskýningin á því að traust til hefðbundna stofnana og hefðbundina stjórnmálflokka hefur dalað. Meðan annars vegna þess að sko loforðir brúðust. Það var sagt að styðja okkur hér í alþjóðavæðingunni og öðru slíku því það mun lyfta öllum og lífskjör ykkur mun batna. Svo bara gerðist það ekki í riðbeltunum, það gerðist ekki hjá lágstéttinni, það gerðist ekki hjá stórum hópum fólks. Og það er það má segja, það sé það mistök af því að það hagnast engin til áns tíma ef að stór hluti þjóða situr eftir og er í biturleika og reiði sko, því að það er svo frjór jarðvegur fyrir populisma sko, sem er að segja populismi sem er hjálpar þeim heldur ekki sko. Populismi, þessu sterkir leiðtogar sem að efla þjóðernisvitund, skilgreina einhverja óvinni innflytjendur eða hvað það er að gefa skít í allar staðreindir vísinda niðurstöður, fjölmiðla og annað, þannig að Donald Trump er hálfgervingur þessa en hann hefur ekki hjálpað neitt en hann getur virkjað reiðina eins og 4. áratugnum í Þýskalandi það var það sama svo það er stór hættulegt ástand en byrju eins og ég ljúki þarna punktinum hann er sá Þú byrjaðir að því að þú varst að tala um breytingar sem hefðu orðið svona undaförnu með hækkun verðbólgu og vaxta og svo fyrir þau Kína þannig það er eins og það ætlar að fara að spá því að sko áhrif Kína á heimsækjaraðið yrði ekki þau söm í framtíðinni. En þegar Kína lokaði þá sérðu að það er eitt af mörgur sem þýðir að loka út á COVID. Að verðbólga fór upp á Vesturlöndum. Þú getur sagt að vinnuaflið hafi styrst allavega ef að Kína hefur lokað áfram þá hefði það og fjármagni gefið eftir en núna er Kína opna aftur og það þýðir að mæld verðbólga fer þá niður
og Kína fyrir aftur að framleiða þessar ódýru vörur sem við erum að kaupa hérna. Svo það má segja þá kemur sem að búst sko í lægra orkuverð pluss opnunar á Kína sem að valda meiri bjartsýni. Þá er fólk að gleyma þessum langtíma áhrifum sem vorum að tala rétt áðan. Bjartsýni að hagvöxtur fari á stað í. En kerfið hefur ekkert breyst þannig að sá hagvöxtur mun skila aukinni velsæld til þeirra sem hafa það gott en ekki til þeirra sem hafa það verr á Vesturlöndum. Í Bandaríkjunum hefur það verið þannig og meðalaun miðtalaða launa hefur verið að kaupmáttur hefur ekki breyst áratugum saman og toppurinn fengið sem er ekki gott. Nei. En í Evrópu hefur þetta ekki verið eins slæmt af því að í Evrópu eru verkefnisfélög og ríkið passar aðeins upp á meira heldur en í Bandaríkjunum. En ertu að segja að þetta sé áhrifin fyrir því að nú sjáum við tölur lækkun verðbólgu í Evrópu bara svo síðustu 2 mánuðina? Já, lægra orkuverð. Er það sem er annars opnun Kína? Opnun Kína og lægra orkuverð. Ekki stýrivextir og aðgerðir í stjórnvalda. Það er veðrið og Kína. Sko, það sé að þú frambóðið gaf eftir vegna Kína og frambóðið gefur eftir að því orkan hækkar. En vonað það var mjög mikil eftirspurna því að vextir voru mjög lágir og hafa verið lágir allt frá 2008 til þess að örfa eftirspurn. En þannig að þetta er svona tværliðar á sama máli. Svo ef að hærri vexti draga aðeins úr eftirspurninu sem hjálpa þá að minnka innlenda verðbólguþrýsting sem hefur verið umtalsverður í Bandaríkjunum til þess að Bandaríkin þar er á COVID-mánuðunum var mikil aukning á ríkisútgjöldum, gríðarlegur halli á ríkissjóði. Seðlabankinn bjóð til peninga eins og það var engin morgundagurinn. Svo það er gríðarlega eftirspurn þar eftir vörum. Og síðan ef að frambóða vörum minnkar vegna þess að Kína framleiðir ekki eins mikið, þá sérðu afleiðinguna. En þá hjálpar að þessu leyti þegar Kína opnar. En það er ekki þannig sagt að það sé ekki þörf á aðeins meira aðhaldi innanlands til þess að draga úr eftirspurnina því að verðbólga getur líka orðið til á vinnumarkaði þegar það er ómikið eftirspurn eftir vinnuafli sem hefur verið staðan í Bandaríkjunum og svo kom Biden núna, það var 2021, það var stimulus frá honum, gríðarlegur stimulus, svo vildi hann fá annan en hann kom hann ekki í gegn að fullu. Svo þar er fiskalstimulus og svo vextin eru hluti af þessu en þessi hærri vexti draga úr eftirspurn, það er dýrar að taka lán, dýrar að kaupa sér bíl. Þannig að þú byrjaðir að ég hef verið svartsýnn. Já, hækkandi vextir þegar að skuldir eru margfalt meiri í heiminum heldur en okkur sinnum verið, miklu meiri en það voru 2008. Koma mjög illa við þau sjóðfélög sem skulda mikið. Já, og þá einstakling og fyrirtæki sem skulda mikið. Já, miklu meiri ríkisskuldir, miklu meiri heildarskuldir í heiminum. Mér minnir að heildarskuldar séu 2-föld eða 3-föld heimsframleiðslan. Ég man ekki, ekki 2-föld heimsframleiðslan. Þannig að við erum að tala eftir tímabil, 14 ára tímabil, þar sem að dollarvextinni hafa verið nálægt 0. Það sem að fjármagn hefur svona ódýrt, það er afleggingin er svo að það er miklu meira af lánu en svo að þú rykkir vöxtunum upp svona hratt. Ertu að tala opinberar skuldir og svo fyrirtækjaskuldir? Meðan þetta er svona ódýrt að þá eru menn að kaupa fyrirtæki aftur og aftur með skuldsettum yfirtökum þannig að fyrirtækin eru sko drekklaðin af skuldum og svo hækka vextirnir þá allt í einu getur samfélögin lent í vandræðum, fyrirtæki og svo einstaklingar. En það sem að En finnst þér það sem komið fram afleiðingarnir af þessu? Er þetta að sýna fram á Ég samkvæmt opinberum tölum eru stór hlutfall þróunarríkja er í skuldavanda en við hefum að sjá hvernig árið þróast hverjir lenda í virkilega vanda. Það er búið að kortleggja hvaða lönd séu í mestri hættu en já, við sjáum bara hvernig það fyrir. Þannig við getum búist í því bara í
fyrir vorið og í vor þá sæjum við fréttir af einhverjum löndum sem væri komin í svona skuldakreppu, væri byrjað að grípa inn í og banna þeim að gera einhverja hluti, þar sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn byrjar að stjórna til þess að verja þá sem að lánuðu hana. Já, en samt, manstu reynslan hér var nú ekki alveg svo. Reynslan í Grikklandi var ekki góð. Þá voru þeir neyddir til að selja flugvelli og mátti ekki hækka eftirlaun. En ég held að það hafi verið þjóðverjar innan Evrópusambandsins sem voru harðastir þar, ekki Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. Af því að þeir vildu þeir voru hræddir að ef það væri skuldafyrirgefning á Grikklandi þá myndi aðrir í Evrulandi ganga á. Svo ég held að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi verið smá pirringur á milli. En það var ákveðin breyting hjá sjóðnum þegar þeir komu hingað, var ekki að Já, þeir leyfðu Íslendingum til dæmis að hækka skatta. Já, þeir hækkuðu tekjuskatt fyrirtækja úr 10% upp í 20 eða fjármagnstekjuskatti þannig fyrirtækjaskattin úr 12 upp í 20 en það var sett á auðlegðarskatt. Já, þannig að þeir sem borguðu fyrir hruni hér voru erlendi bankar, þýskir bankar, hrein eignastaða Íslands batnaði. Hún varð ekkert að leiti á þetta jafnvel ef maður hefði tekið ríkisábyrgðina á ICE með þá var 2003 og 2011-12 svipuð staðagátt útlandum. Þannig að allar þessar skuldir sem voru teknar af bönkunum, það fjallu á lánadrottnaðir erlendi sem alveg þýski bankar. Innlendi vandinn var kannski bara subprime vandi þar sem var of mikil skuldsetning einstaklinga á húsnæðismarkaði sem að stjórnvöld gátu ekki brugðist við þannig að margir mistu húsnæðið. Þannig að það sem að fjalli inn á Íslandi var kannski fyrst og fremst húsnæðismarkaðurinn en svona skuldir hins opinbera og þjóðarbúsins fjallu mikið út. Já, það var þurrkað út. En innan hans í svona hruni verður tilfærsla á eignum á milli einstaklinga. Svo einhver var nýbúin að kaupa sér húsnæði og missir það. Hann verður fyrir tjóni. Kemur ykkur annar og kaupir það hræði ódýrt af Íbúðalánasjóði. Einmitt svo og leigir saman aftur okkur. Hvernig á að byrta það lista? Hvernig á að byrta það lista? Hann hefur verið byrtur en við erum nú eitthvað reynd að vitna í hann á samstöðinni í greinum. En hann í fáránlega óaðgengilegu formi. En þetta svolítið rosalega að sjá þetta. Hvað að margir gátu keypt íbúður á ódýr verði. Það allt frá einstaklingum og upp í bara til dæmis Alma leigufélag var mikið í fréttanum núna út af hækkun í desember. Það bara búið til af Íbúðalánasjóði með því að færa einhverju einu félagi í nógu stóran stofn af íbúðum til þess að geta rekið þetta leigufélag. Og einhverja tengingar að þeir sem að fengu íbúðu með afslætti sem tengdir einhvern veginn inn í pólitík eða eitthvað sem ættir að rekja? Ég ekki geta lagt í slíka rannsóknarvinnu. En það gæti verið. Við til dæmis almenna leigufélagi var stofnað á Gamma. Þar var sá sem að rak, það var formaður fjáröflunarráðs Sjálfstæðisflokksins. Og að sömuleyti var hann fyrstu skýrsluna sem voru unnar innviða skuld í íslensku samfélagi sem að samtök iðnaðarins hafa síðan tekið upp og hefur öfulega verið svona einhver leyti rekið sem stefna inn í Sjálfstæðisflokknum að við þurfum að gera átaki að reisa við innviði og þá með samstarfsverkefnum við fjársterka aðila. Þetta var unnið inn í Gamma. Þannig þeir höfðu mikil áhrif í pólitík. En ég held ekki að draga því að tala um pólitík. En það allstaðar svona munur á Bandaríkjunum í Íslandi. Í Bandaríkjunum gata fyrir norðan Hvítási, það sem bara lobbyistar. Og það sem þú sagt að lobbyistarnir skrifi lögin sem Bandaríkjaþing samþykki svo að því að þau skrifuð að lobbyistum fyrir eins og atvinnugreinar. En munurinn okkur og þeim að þarna eru nokkur þúsund lobbyistar. Hérna eru örfáir og við þekkjum það vantarlega. Svo hagsmunir eru svo Það kannski sá sem með hagsmunina, hann þarf ekki að ráða þessu lobbyista, hann ringir bara beint í ráðara. Já, einmitt. Það kannski þannig. Eins og við stærum okkur stundum að allir geti bara að stoppa ráðherran út á götu og tjá sig. En þetta punkturinn, þú varst þar Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Í hvaða kreppu lenda löndin sem að skulda mest? Kemur þá Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn inn
og tekur af þeim stjórnina, bannar þeim að bæta almenningi kjaraskerðinguna sem að þau verða fyrir vegna verðbólgunar. Já, en þarna, en bara byrjun á svari þá þegar þau komið hingað inn, að segja starfsliðið hjá sjónum var einstaklega velvilja að þessu landi, að Franex Rosadowski sem var í forsvari, hafði komið hingað 1971, Ísland var alltaf eins upp á landum, hann sóttist eftir að koma hingað og ég var aldrei var við annað heldur en að hann vildi bara hafa landsins sem bestan en eins og í stjórnsjóðsins voru þetta Bretar og Hollendingar sem sýndu óbilgirni fyrir mér en staffið var mjög velvilja og það voru skornar af þessir 1000 milljarða af erlendum skuldum sem að þá tískir þá skattgreiðendur tók á sig kannski 80 milljónir þeir þólaða en það var ekki búið til skuldafangir sem hér vegna þess að það sem styrjumstóð var ICE-reikningana en þeir voru greittir þeir upp á staðið og það af þrotabúum en þegar Landsbanki var búið með gjaldeyrin og átti krónur til þess að borga restina þá fór hann að kaupa gjaldeyri á eiginmann söguna alveg en það var aðeins krafsað í markaðin þannig að lífskjörn urðu verri en það er En út af kaupu þeirra á gjaldeyri þá fjall krónan sem hækkaði innhlutverð og tróniði kaupmætti. Það þyrfti að skrifa þessa sögu bara nýtt af því að þegar Íslendingar voru að fagna því að þurfi ekki að borga ICE þá voru samt að þessu leiti að greiða að borga skaðan. En ríkissjóður slapp við vexti sem að held ég samkvæmt fyrsta samningnum geta verið 200 milljarðar en 200 milljarðar en svo var samnar gjaldeyrisforði upp á 900 milljarðar og enginn vissi að því svo en það sem að en það sem eins og var gott við að ICE fór eins og hann fór að það var bara upp á sjálfsvirðingu þjóðarinnar held ég að láta ekki og eftir áhyggja það var pólitísku sigur, miklu frekar en efnahagslegur sálfræðilegur og sjálfsímyndarlegur og það er auðvitað fáránlegt að leggja á almenning að þetta var að byrja ábyrgð á frekar heldur en að greiða en að byrja ábyrgð á svona spilavíti skuldum fára einstaklingar en það var en ég ætla að draga til núntímans það er hérna en þú býtur nú IMF þarna þannig að IMF á þessum tíma mín reynsla var mjög góð og ég verð að segja svo ég var þarna niður í bæ ég var Seðlabankarnar stundum að einhverjum rannsóknum þegar allt fór á hliðina og ég man bara hvað maður var stressaður yfir að landi væri alveg stjórnlaust ég fór í krónuna eða hvort það var bónus þá eða hvað var og keypti frosinn mat til að fylla frystikistuna til að eiga af því það var allt greiðslulínunar allt saman í uppnámi svo man ég í nóvember það fylltist allt í alltaf að enskumælandi fólki og það var svona ungt fólk eða meðaldra sem kom inn og það var að það var ekki að spjalla neitt það var greinlega bara með svona mission og hvað mér létti að fá það til þess að taka yfir þá vissi ég að þetta var í lagi en því að ástandi þannig 2007-2008 var með alveg endemum hvernig þetta það var með endemum og skortur á skipulagi skortur og allu og bara glóruð spóla og þetta smá kongaveldi allt saman og veikt ríkisvald og þessar tengingar allar þessar tengingar eru vestar að það er tenging stjórnmála við fjármál, embættismanna við stjórnmál þannig að þið opinbera er raunverulega að sinna þeirra hagsmunum, ekki almennings maður veit aldrei hvað er í gangi eða almannahagsmunir eða eitthvað annað sem er að gerast en það er land út í heimi sem að munur landi í vandræðum út af því að þau skulda á mikið það er komið ljós hvort að lærdómurinn á Íslandi og alltaf gjaldir svona skiptir ykkur máli en í sögulega það má búast við að þessi lönd lendi því að þeim það verði tekið svolítið stjórnin af stjórnvöldum, kjörnum stjórnvöldum að þau megi ekki bregðast við nema með tilteknum hætti.
Við getum, Já. þetta við getum lita einhvern veginn og pólitísk órói af þessum sökum Já. og skuldunum og verðbólgunni mun lita ekki bara Suður-Ameríku eins og þegar komið, heldur Já. Evrópu. Og mörg þessi land sem lenda í vanda, þau innlend stjórnvöld eru nú ekki neynir englar. Suður-Afríka er eitt af þeim landum sem hætt komið, gríðarleg spilling og stjórna allan hlutum. Svo Já. Herðu, en það horfir betur með verðbólgu í Evrópu heldur en síðastur hittumst. Og hún fyrir lækkandi svona síðustu 2 mánuði. Það er ekki að sjá að íslensk verðbólga fyrir lækkandi, nema hvað að það má merkja það að húsnæðismarkaðurinn það lækkaði verð á séreign og stóð eiginlega í stað, lækkaði eitthvað örlítið í fjölbýli. Þetta er rakið líklega, þú ert í penninga mála nefnd Seðlabankans, búin að vera þar í 14 ára eftir að losna. Já, núna bara eftir nokkra vikur. Þú ert eftir eina ákvörðun. Já. Og þá ertu búin að vera þannig hvað í 14 ár? Já, einmitt. Og lengi. Þannig að þú bæði lækkaði vextina og ertu búin að vera hækkað undanfarið. Það var áhugaverst í upphafi þegar að 2009 og svo í lokin, það er COVID og verðbólgan, svo var mjög langt tímabili í miðunni sem var ekki mikið að gerast. Nei. En það er fyrir utan það að það er búið að frista húsnæðismarkaðinn, það áeil engin efni á að kaupa húsnæði með þessum vaxtakjörum, að þá er ekki merkið þess að verðbólgan sé að gefa eftir eiginlega neinstaðar. Sko innlend verðbólga var á húsnæðismarkaði og svo á vinnumarkaði. Þessi að ef það er mikil eftirspurn á vinnumarkaði þá er erfiðar að ná kjarasamningum. Svo hún kemur fram þar og spenna á vinnumarkaði kemur síðan fram í innlendum liðum verðvísitunar eins og þjónustu, verð á þjónustu. Þannig að hún hefur verið að hækka verð á þjónustu hefur hækkað of hratt núna síðustu misseri, svo verið yfir verðbólgumarkmiði, launin hafa hækkað langt yfir verðbólgumarkmiði og svo fasteignir eru þetta alveg í toppi. Svo þessi innlendu þættir hafa hækkað of mikið með við lögin það. Innlendir þættir fyrir utan fasteignamarkaðinn? Já, líka utan fasteignamarkaðinn. En þannig að þú ert að búa enn frekari vaxtahækkun? Ég sjáðu, nú ef það er að hægja svona mikið, ég vissi í haust það var að lengjast sölutíminn, það var eitthvað meira frambóð á fasteignum, það eru færri eignir sem seldust yfir uppsettu verði, en núna virðast vera að koma upplýsingar að verðið sé raunverulega lækka, ekki? Ég sá það í dag einhverstaðar. Já, það var í það sem var mælingin á verðinu sem að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gaf út í síðustu viku, að þá hafði lækkað 3% á milli mánaða í séreigninni og ég man ekki að það var 0,3 eða eitthvað í fjölbýli. En þá lítur, ef að þessi verður þróunin næstu mánuði, þá verður mæld verðbólga lægri fyrir vikið af því að húsnæðisliðurinn er þá að stuðla lægri verðbólgumælingu. En skiptir það máli? Af því að þú annars verður með fasteignaverðið sem er inn í vísitölunni og vegur þar eitthvað 20%. En þetta er bara mæling á eignaverði. Já. Það bætir ekki kjör venjulegs fólks þegar þú ferður í krónuna með það breytir engu hvort að fasteignaverð sé að fara upp eða niður. Já, einmitt. Sko við getum tekið heila umræðu hvernig verðvísitalan er reiknuð. En fasteignaverðið hefur verið þarna inni af því að leigumarkaðurinn er sögulega lítill hérna, það er kannski eitthvað að vaksa en þegar maður talar þetta við seðlabankafólk þá segir það jú, þú ákvast að búa í stóru hús en ekki lítill íbúð en þú hefði getað leigt út húsið þitt eða selt, hagfræði orðið er fórnarkostnaður þessi að þó að ef þú byrjið í húsi sem að hefur hækkað í verði þá er þetta heimilisbókhaldi breytist ekki neitt en að það sé samt reiknaður kostnaður af því að búa í húsinu sé orðin meiri af því að þú ert búin að velja eins og fastinn í Reykjavík hækka meira en á Selfossi og þú ákveður að búa í Reykjavík en ekki á Selfossi þá er þinn kostnaður þetta er ekki kostnaður sem að ég lagði út en þú getur flutt á Selfoss og lækka hann
og lækkaðan. Þetta eins og hafinn í vísitölunni, sko, ég gæti hætt að kaupa, sko, súrdeigsbrauð og keypt rökkbrauð. En það hefur ekki settu það inn í vísitölu. Já, þú ert með bæði inn í vísitölu, súrdeigs og annað brauð, þannig en sjá til, þetta allt eins og það og það mjög furðulegt, finnst mér, að það ekki búið, en sérstaklega vísitölu verðtryggingar. Það ennþá furðulegra, því að verða á húsnæði í Reykjavík hækkar, þá hækkar verðvísitalan, svo tekur taka verðtryggt lán vestur á fjörðum, þá höfustóll þess að hækka. Þetta auðvitað mjög skrítið allt saman, sko. Og fasteignagjöldin, þannig að þú þurfa að borga meiri fasteignagjölda því að eignin út á horni seldist á háu verði. Þess vegna segja þér að þín eign meira virði, þess vegna að borga meira til sveitarfélagsins. Það mjög skrítið. Svo þetta allt mjög skrítið og það búið að vita árum saman hvernig þetta en það ekkert gert í því. En lögin núna eru þau að neysluverðsvísitalan eins og hún reiknuð á hækkun 2,5% á ári. Það bara þau lög sem eru. Þú ert að horfa á þennan bolta þóttu finnist þann vera pínlítið villars. Þó að sé ekki alveg reiknaður eins og maður vill kannski. En það eina sem hefur breyst þegar maður tæki sko haustið. Það eina sem hefur, þar sem þið hafi náð árangri í að frysta húsnæðismarkaðinn. Annað bara áfram. Þú nefndir innlend eftirspurnar vísitala. Innfluttar vörur hafa hækkað vegna þess að krónan hefur gefið eftir. Og svo hefur verið núna verið að brydda upp á því að við ættum líka að horfa á aðra tegunda verðbólgu sem hagnaðardrifin verðbólga. Það það sem að sko fyrirtæki raunverulega spenna verðið eins hátt og mögulegt án þess að fyrir að skada hagnað sinn. Það getur verið miklu meira heldur en nemur sko hækkun á aðföngum og launum og kostnaði. Já, ég sjá til. Hann ertu með 2 punkta að hærri vextir hafa ekki haft neina áhrif. En þessi mikla eftirspurn sem hefur verið innanlands, hún hefur komið fram á húsnæðismarkaði. Það segja, fólk getur tekið ódýrari lán en áður og keypt fasteignir. Hún hefur komið fram á vinnumarkaði að atvinnuleysi hefur komið hratt niður. Minnir, að það hafa aldrei verið jafn margir í vinnu eins og síðast það var mælt í landinu. Vinnutími hvers hefur ekki aukist mikið en þannig og vinnumarkast þáttaka aukist. Ef við verðum í Ameríku væri sagt að hefur orðið til 10.000 störf á árinu? Já, forseti myndi segja það, en Seðlabanki myndi segja, sko, ef það það mikið að störfum að vera til, að það spenna á vinnumarkaði sem getur valdið því að launin hækki meira en framleiðni, sko, að meðaltali, þá sé það slæmt fyrir verðstöðuleika. En það sem þannig að það vinnumarkaðurinn, það húsnæðismarkaðurinn, en svo það þriðja sem varst að ía þarna á þann, að krónan hefur gefið eftir, og hún hefur gefið eftir vegna þess að það hefur svo mikil innlendi eftirspurn og hún leitar úr landi þegar við kaupum innflutning eða ferðumst erlendis og talandi heiminn, þessir háu vextir út í heimi og að Seðlabanki Bandaríkjanna að minnka peningaframboð gerir það verkum að það erfiðara fyrir íslensku bankana að fjármagna sig erlendis en áður. Þessi aðgengi erlendi fjármagni hefur versnað. Svo ef að þeir sem hafa mikið umlengis hérna og það líka meðal Jónin, hann hefur það nokkuð gott. Fólki sem fótið teini. Já, það hérna eyðir peningunum sínum og það fer mikið í innflutning og það orðið til viðskiptahalli og það erfitt að fjármagna viðskiptahallan. Að því að útlandir eins og við erum. Verður erfiðara, já. Og það orðið erfiðara, það erfiðara í haust. Að þá gefur krónan eftir, því að krónan það þá eftirspurn eftir gjaldeyri meira en framboð, svo gjaldeyrin hækkar í verði og krónan lækkar og þá hækkar verð á innflutningi innanlands. Og þrátt fyrir sko mikla fjölgun erlendra ferðamanna sem að vega upp á móti þessu. Já, það vegur upp á móti þessu. En nægir ekki. Ekki enn sem komið En við sjáum hvernig sumari verður. Það getur verið að... Næsta sumar. Já, næsta. En við erum komin eiginlega yfir. Það voru held ég að verið september sem var hærri heldur en nokkuð september hafði verið sko í fjölda og gott ef ekki það fylgið líka að sko fólki dvelji lengur og eyði meiru. Já. En sjáum, en þessir hærri vexti 6% en ekki 0,75 þýðir, fasteigna verðið hækkar ekki eins og það gerði og það var orðið svo slæmt síðasta sumar að ég myndi segja að það var bóla á fasteignamarkaði. Þessi að verðin voru alveg
út úr kú sko, þau með að við kaupmátt launa, svo það var hægt að menn var að kaupa því að verðið var að hækka og það er alvarlegt mál, það er búið að slá á það með þessum hærri vöxt. Það var svo mikil hækkun að í desember þegar hún hættir að hækka að þá síðustu 12 mánuði fasteigna vísitalan að hækkun 17%. Já. Sem langt fram allt. Einmitt. Og svo, en þessir háu vextir að einhver leiti sláðir á innlenda eftirspurn, svo innflutningur þá dregst aðeins saman. Fólk ferðast ekki eins mikið í útlanda og þá verður krónan aðeins sterkari heldur hún hefði orðið. Og verðlækkar. Já, og verðið lækkar þá innanlands. Svo hærri vextir hafa þá áhrif á að fasteignaverð mun lækka aðeins, að krónan mun hækka sem veldur í að innflutningurinn lækkar í verði. Og hvort vekja jákvætt en auðvitað vextirnir eru hærri, en maður getur ekki haft 0,75% vexti í 9,4% verðbólgu, já, farið til tenni eins og segja og eitt eins og brjálaði og ekki allt því í lagi, sko. Það er einhverstað verður að gefa. Og þessi seðlabankar þegar þeir gerðu sjálfstæðir, til þess að þeir getur gert þetta sem er svona óvinsælt, sko, að hækka vextina svona mikið, til þess, í okkar tilviki, að myndist ekki frekar húsnæðisbóla, að húsnæðismarkaðurinn fari ekki og að þeim gefum beint inn í verðvísitöluna að hann fari ekki eins og hann var að fara, að innflutningurinn sé ekki svo mikill að krónan gefi eftir sem að valdi því að innflutningurinn hækki og á allt saman og að vinnumarkaðurinn fari ekki uppnám. En það sem er að gerast núna er að, já, húsnæðismarkaðurinn aðeins að gefa eftir og það er gott og hann gefur hann eftir. Nema það er náttúrulega fólk sem að getur ekki, sem að þarf að eignast húsnæði. Já, það er gott og komast út af leigumarkaði og við sjáum leiguverðið hækkar. Þannig að það en það er gott að húsnæðisverðið fer niður fyrir það. Jú, ef ekki væri fólk sem að þjáist vegna þess. En húsnæðisverðið fer niður. En það er ennþá viðskiptahalli og krónan er ennþá veik og það er þá áhættan á þessu ári er hvernig verður endurfjármögnun bankana og því að við getum ekki leikinn frá 2006 að hækka vextinu upp úr öllu valdi til að fá spákaupmenn hérna inn. Ég held að það sé ekki skynsamlegt. Þú vilt ekki nota gjaldeyrisforðann. Það var einlegin að borga þetta fyrir töðunar með þetta tennital af því að við getum talað á eftir hvað er rangt við það, sko, en þú getur ekki nota gjaldeyrisforðann til að borga fyrir innflutning. Það er ekki haldið byrja lífskjörum með því að eyða forðanum. Forðin er svona eitthvað varasjóðu sem á að nota í neyð. En með hærra vaxtastigi, ef þú getur aðeins minkað eftirspurnina hérna, þannig að viðskiptahallinn verður ekki eins mikil, þá verður krónan sterkari, fasteigna verður lægra og það verður aðeins meiri ró á vinnumarkaði. Svo þetta er fyrir hlutin að því sem þú varst að segja. Svo er sér hlutin með hagnaðardrifna verðbólgu. Það er einmitt má áður að ferða því, má ég þess að því að þú hækkar vexti til þess að draga úr kaupmætti. Þú ert að taka meira af ráðstöfuna fyrir fólks til þess að borga vexti fyrir húsnæðið sitt. Það dregur úr eftirspurn. Þannig að það er eitthvað sem borgar alltaf. Já, og svo er eitthvað sem að eins og ég með lán í lífeyrissjóðnum og lánin hækka, þá fær lífeyrissjóðum meiri tekjur, þá á hann auðveldra með að borga lífeyri til þeirra sem að þannig að vaxtastigið það, já, hærri vextir því að það er þá, já, lánsfé kosta meira og þeir sem að spara að fá meira fyrir. Það er svolítið erfitt fyrir unga fólki, 35 ára með 2 börn sem að er að horfa á afborgana húsnæðinu og hækka 50, 60, svo tökur bara lægri tölunum sem fólk er að nefna sem mikla hækkun. Að segja, já, við munum þá hafa það betra þegar við verðum 73 ára því að þessir anskotar verða búin að hækka eftirlaunaldur þegar við komumst á eftirlaun. En það er eitt sem að þú segir mér, ef þetta hefur ekki farið úrskeiðis hérna, það sé að 2020 þegar vextir voru þarna í upphafi árs 2,75% seðlabankavextirnir og svo eru þeir lækkaðir 200 punkta í loka árs 0,75 mjög snögglega og þetta er gert til þess að örfa eftirspurn eftir þeim atvinnugreinum sem að voru ekki að leggjast af vegna COVID
í ástandi sem að enginn gæti séð almennilega fram, þannig að þetta svona neyðar ákvörðun. Og ég maður sá sko að ferðarþjónustan fór í 0 bara nokkrum vikum og svo sá maður smitið inn í hina greinarnar. Þær voru líka að gefa eftir vegna þess að allir flugmenn og flugfreyjur og annað þetta og ferðamennir þetta farið að þá átti að reyna að halda lífinu í þessum 90% sko, því að 8% finnafsins var í ferðarþjónustu, 92% í ykkur öðru. Og það er eina að halda lífið í því, þannig að atvinnuleysi aukist ekki þar líka. Svo það er tilgangurinn. Og þessi lága vextir, þeir þýddu það, það var ódýrt að taka lán til að kaupa sér bíl eða húsnæði. Fólk gat endur fjármagna lánið sín og tekið þá óverðtryggð lán og föstum vöxtum til 30 ára. Það var þá kaupmáttur meiri í þessi 3 ár. En það sem að svona eftir að ekki að þau farið úrskeiðist þetta, ef fólk hefur virkilega haldið sumarið 2020 að þessi lágu vextir 0,75% væru til að vera og þú ætti bara miða heimilsbókhaldi við það að hafa 0,75% breytilega vexti sko hvað fór það úrskeiðist og það er annarkvort fjármálaráðgjöfin hjá bönkunum. Svo var pólitíkin eitthvað að tala þetta væri frábær fjármálastjórn hjá ríkisstjórninni að núna getur verið bara lági vextir sem er blekking sko. Þessi lágu vextir voru vegna COVID. En þannig að góði árangurinn hann átti þessi marga feður eins og ykkur sagði. En þetta var ekki góður árangur, þetta var neðarástand. Það var bara að reyna að vera að bjarga þessu landi í gegnum farsótt. Og við vissum, það var ekki vitað, sko, vorið 2020 og bólusett þjóðin, það var ekki vitað hversu lengi það myndi vara og hversu alvarlegt það væri. Þetta var neðarástand. Þarna var sagt að nú erum við komin á sama vaxtastig og aðra þjóðir. Já. Megum við ekki vera þar? Það er ekki heiðarlegt að segja það þegar þú ert með vextina þarna vegna neðarástand. En af hverju megum við ekki hafa bara sömu vexti og aðra þjóðir? En segja til, þú vandinn sá, þessi 35 ára sem við talum, hafa tekið sér lán sumarið 2020 eða vorið 2021 á svona lágum vöxtum, breytilegum vöxtum. Loksins komist út á eignamarkað, út af helvítis leigumarkaðnum sem var búið að ræna þau og alltaf taka meira og stærri hluta af ráðstöfunarfé þeirra. Þannig þau sluppu loksins inn. Já, en þau hefða svo hækka vextirnir og þau þurfa að borga miklu meira og þá varst þú að segja áðan að þið fáið þá hærri eftirlaun. Nei, það er rétt en það verða til þessi tekjudreifinga milli kynslóða og innan kynslóða. Þessi vaxtabreytingar hafa áhrif á tekjudreifinguna og það þarf að passa sig þarna þessi fyrsta lagi verða bankar. Ef bankir að lána einstakling 35 ára á lágum breytilegum vöxtum og svo að bankin ætti að vita að þessi vextir eru bara tímabundnir. Svo það þarf fjármálaráðgjöf að segja að þú getur ekki svo sagt að vextir eru að fara upp 4,25% síðan svo 400 punktar, nú þarf ég að borga 100 krónur meira mánuði. Sko það var kannski réttar að segja já, vextirnir eru hærri heldur en veðlegar aðstæður en þeir voru lægri en þeir hefðu verið við veðlegar aðstæður þegar þú tókst lánið, kannski eftir að borga 50 krónur meira en þú varst á 50% minna lægri reikning þannig fyrst. Það sagði enginn sko. Ekki banki sem lánaði. Nei. Ekki stjórnvöld. Ég held að þurfi... Þú ert að segja að Ásgeir Jónsson eða þú hefur þurft að koma bara í hverjum auglýsingatíma sjónvarpsins og minna fólk á að þetta væri tímabundið ástand, farið varlega, þetta er bara innspýtingin í hagkerfið. Þetta er sagt á seðlabankamáli, þetta sagt allavega í tilkynningum og annað slíkt og aðstofa bankastjórinn Rannveig, hún ég man bara eftir í sumarið 2020 kom fram með þetta sjónarmið sem þú ert að segja en það er bara vandinni sá að þú ert þarna megin bors og ert fann að gefa fjármálaráðgjöf og þú ert stjórnvaldið það er alltaf erfitt mál, það þarf að vera einhver annar sem gefur fjármálaráðgjöfina það þarf að vera einhver svona neytendavernd gagnvart lánastofnunum og það er ekki þeir sem ákveða vextina, það er mjög erfitt. Ok,
Herðu, við stoppum hana við á hverjum það bitnar þegar vextir hækka. En það sem þú varst að fara yfir að svara spurningunni hversu stóran hlut spila það inn í verðbólgunni, það sem hefur kallað hagnaðardrifin verðbólga. Það er sem sagt verðbólga sem er drifin áfram að stjórnendur fyrirtækja sem telja sig og líklega eru ráðnir til þess að hafa max hagnað af sínu fyrirtækjum og þeir hækka verðið alveg þangað til að veltan byrjar að minnka og þar með hagnaðurinn og í ástandið þar sem kannski verðskinnið er orðið svolítið slegið og ruglað þegar verðbólgan byrjar að þá er hætt á því að hagnaðardrifnar ákvarðanir fyrirtækjana bæti ofan á verðbólguna. Þess að hækka umfram það sem að aðföng og laun útgjöld þeirra fyrirtækjana sjálfur að hækka. Já, en þú svo fljótur og með marga góða punkta, en ef ég segi bara eina setningu síðasta punktin að þegar að svona náttúruhamfarir hafa að dunið yfir finnst mér sjálfsagt að stjórnvöld þegar þau hafa gögnin gerðu athugun á því hver hefðu orðið fyrir fjárhagslegu tjóni vegna ófyrir sjáanlegur atburða og það er að reikna það út alveg sem var gert það sem var gert þarna eftir 2008 með leiðréttingunni. En þá erum við ekki að tala fólki sem ég tók dæmi af sem að tóku láni, þú ert ekki að menna það? Jú. Þetta menna það? Ófyrir sér afleiðingar er hækkun vaxta? Já. Að það væri búin til eitthvað kerfi inn í vaxtabótakerfinu sem að myndi mæta þessum hópi sérstaklega? Já, kortleggja hversu margir hafa orðið fyrir... Já, ég botni ekki akkurat ekki gert. Ófyrir sjálfur tjóni. Og Seðlabankinn getur ekki verið í því, þetta er pólitík. Og 2008 var ófyrirsjáanlegt, það fyrir almenning, ófyrirsjáanlegur skellur og þá var hann mætt með fyrst voru gengistryggður, Hæstiréttur hann eitt kapítil út af fyrir sig með gengistryggðu lánin og svo voru verðtryggðu lánin eftir og þá var farið í það leiðréttinguna sem að vísu kom mest þeim til góða sem að áttu mest sem höfðu búið ykkur í stærstu húsunum og svo var leiðréttingin gerð þegar fasteignamarkaðurinn var alveg búin að laga sig sko. Þetta var bara... Það var gengið tilbaka. Þetta var alveg með ólíkindum, sko. Þetta var eins og já. Þetta var eins og kasta vatni á hús sem að búast að kveldin. Já, en það var farið í þrotabúin og teknir peningar og svo dreift yfir samfélagi. Til þeirra sem höfðu fengið bættanskaðan, en við tókum nú eitthvað dæmi að því að fólk sem hafði mist húsnæði í hruninu og rakist út á leigumarkaðin, þar sem að Gamma og fleiri fyrirtæki keyptu á ódýruverði og leigðu út á dýruverði, það fekk enga bætur. Nei. Þeir sem að raunverulega lentu verst í hruninu. Lentu verst í, já. En ef maður skulduðu þegar hrunni varð, þegar þú varst búin að selja 2014 þú áttir húsnæði og mistir það því að lánin hækkuðu umfram, þú mistir vinnuna, mistir húsnæðið, Íbúðalánasjóður tók það yfir, seldi Gamma það á hrakvirði, Gamma tók það og leigði þér það aftur á húsalegu sem hækkaði langt umfram laun og verðlag og allt saman á tímabilinu 2011 til 2017, þetta er hryllilegt tímabil hjá leigjendum. Þetta fólk fekk enga betur. En og þegar líka því að við erum að tala um það fórnarlöf brunsins, að þegar maður ferðast um landið og talar við fólk, þá verður maður stundum alveg hissa á því hvað hrunið liggur djúpt ofan í mörgum kynslóðum. Þetta er bara það er bara fjölskyldur sem liggja ennþá flatar eftir þetta. Já, þetta er. Og það er eins og enginn hafi svona almennan fókus eða nennu til þess að skoða stöðu þessa fólks. En við ætlum ekki að tala um það. En þetta COVID-tímabil var annað svona ófyrirséð áfall og viðbröðum við því voru annars vegar ríkið hélt lífinu í fyrirtækjum til þess að þau getur ráðið fólk í vinnu þegar COVID væri búið, þau verið gett farin á hausinn. Það var gott, held ég. Að vísu bankarnir, þeir högnuðust mjög mikið og urðu ekki fyrir útlánatapi. Mér finnst kannski að það hefði verið lagi að skattleggja, þess að losna nefndinni, ég get verið svona frjálslegur, skattleggja aðeins þarna, en vextirnir, þeir eru lækkaðir og vaxtalækkanir hafa gríðarlega áhrif á eignaverð, þess að hlutabréfaverð og fasteignaverð og svo bara er svona hratt upp aftur, það hefur líka áhrif. Svo þegar verða svona ófyrirséð högg, þá, já, mér finnst þetta að athuga hvort einhver hópur hafi farið illa út úr því. Og finna leið til þess að bæta það. Herðu, við erum á leiðinni að tala um hagnaðardrifna verðbólgu.
Já, það er einmitt það sem gerist. Það þarf skjóta inn einu upp og dáður að gefa því. Þú ert bara svo fljótur, en ég sagði þessi mikla einhverjandi eftirspurn hefur valdið húsnæðisspólu, miklu með innflutningi, þannig að krónan hefur gefið eftir af því að það er erfitt að fjármagna, af því að útlöndir að verða eins og með háum vöxtum. Er það ástæðan fyrir falli krónunar? Fyrst og fremst bara verri staða bankana í að sækja sér fjármagn? Þú segir það bara í fréttum við tala við bankastjórana, hvernig þið tala. Að þeir séu aftarlega í röðinni. Ég hef ekki annað fyrir mér en bara hlusta á það og tala og svo það var önnur fréttum að Landsbankinn hefur verið að kaupa gjaldeyri núna í haust til að eiga fyrir láni. Landsbankinn hefur viljað hafna því. Sagt að hann var að kaupa fyrir viðskiptamenn sína. Þess vegna var ég að spyrja þig að því að þetta hafi ekki verið almennilega staðfest sem eina megin ástæðan. Já, en ég hef ekki annað fyrir mér þessu en bara það sem maður sér og það að hærri vextir erlendis gera fjármögnun erfiðari og skuldatryggingar álaga á íslensk ríkisbréf hefur farið upp alveg eins og á ríkisbréf annara lítill og opinna hagkerfa vegna þess að ástand á fjármálamörkuðum hefur verið að versna að þessu leyti. Hvort sem það er svo tekur bara eitthvað alveg óskilt landi eins og Chile, skuldatryggingar álaga hefur farið upp hjá þeim og svipaðan hátt og það hefur farið upp hjá okkur. Svo það er vegna þess að aðstæður erlendum fjármálamörkuðum er að verða þrengri. En býtum, nú er ég að koma að því sem að varst að tala um. Sem er hagnaðardrifin verðbólga. Já, og svo það er fasteignamarkaður, það er gengið og svo vinnumarkaður. Og það er einmitt þegar það er mikil spenna, spenna, að það verður að hringrás sem er þannig að yfirleitt er þá spenna á vinnumarkaði sem leiðir til þess að laun hækka og þau hafa hækkað mikið hérna hverju ári. Hvort sem er samningarnir fyrir 2019 eða annað, það að þú meðal kaupmáttur hefur verið mjög mikil. Miklu betri samningar 2015-2019 frá sjónarhóli launafólks heldur en hafa verið eiginlega bara alla nýfrjálsíkjutíman. Já, en þannig að sagan er svo laun hækka, ef þú hækka meira heldur en framleiðni, ég veit þetta er eins og frasi því að þetta eru margar atvinnugreinar en það er bara meðaltal þá grípa síðan fyrirtækin við og þau neita að borga hana kaupmátt og velta út í verðlagið og það er það sem kallar hagnaðardrifna verðið hækkar. Nei, það er kostnaðardrifin verðbólga. Það er að fyrirtækin neyðast til að hækka verðið út af aðföngum. Þau neita því bara. Nei, þau sitja hækka verðið út af því að aðföng og laun hafa hækkað. En síðan er annað sem er kallað hagnaðardrifin verðbólga og þeir í BOM hafa verið að skrifa núna að þar fyrir utan að þá er bara, og sérstaklega á tímabilið þar sem er veikt verðskinn almennings, að þá er tilneying og þannig er bara, forstjórnir bara að vinna við það, að ná verðinu eins hátt og mögulegt er, náttúrulega án tillits til, ég meina þeir alltaf geta kvarti verið í að hagnaða hluti til hækki, og þeir hafa byrt ágætis gögnum það þarna Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur BSB, og hann Friðrik Jónsson, skrifar með honum, formaðurinn, sem ég held að sé hagfræði menntaði líka, að þeir tala að það séu bara merkjum það að hagnaði fyrirtækja sé að aukast sem að þýðir það að fyrirtækin er að hækka verð á vöru og þjónustu umfram hækkun aðfengum. Þannig að það er kallað hagnaða drifin verðbólga. Þannig ofan á verðbólguna þá færði alltaf 2-3-4% sem er bara aukinn gróði. Hlutdeild fjármagns í þjóðfélaginu hafi hækkað. Ég leita á þessu gögn fyrir það var nokkra vikur síðan og þá hafði það var aðeins hækkun en það var ekki eins og að það væri alveg stórkostlega hlutdeild fjármagns hafði hækkað en hlutdeild vinnuafls hefur verið nokkuð stöðu að há hérna í þessu landi meðan við stóru löndin en já það sem þú ert að segja þá er að fyrirtæki færi sér það að verðskinn fólks hefur ruglast í verðbólgu. Það er í kenningunni. Mér finnst ég hef líka lesið um þetta í Bandaríkjunum, þeir eru mikið að fjalla um þetta. Og bara í almennum fréttum. Þetta er voða lítið í fréttum hér. Það er aðalega þeir BOM kallanir sem hafa verið að vekja athygli á þessu. Já, einmitt. Og sömuleyti reyndar var þetta í málflutningi Ragnars Þórs, formanns VR í haust. Þar sem hann var með öll 9 mánaða uppgjörinn og var að benda á að það væri svo mikil merki það að hagnaður í fyrirtæki væri bara stór aukast. En er ekki misjafnt eftir greinum? Jú,
Það kom líka fram hjá þeim hérna í BHM, þetta er misjætt. Þeir taka sérstaklega til sko verslunina, þar sem að sko hagnaður hefur aukist mikið samanlagt í heildsölunni og smásölunni og beina svolítið sjótusinum að því að það er náttúrulega þeir sem að kannski ráða mest svona upplöfu þína út í krónunni með hérna hvað þessi verðbólgu eða ekki. Já, og það sem vorum að tala áðan var að það væri áhugavert að reikna út neysluverðsvísitölu fyrir tekjuhópana. Láglaunafólk. Af því að ef neyslumiðstölu er annað. Já, ég held að það sé nauðsynlegt sko. Af því að til dæmis ef að við tökum húsaleguna sem er kannski 50% hjá láglaunafólki, hún er bara 4% inn í neysluvísitölunni, eða 4,6 held ég. Ef þú ert á mjög litlum launum, lágum launum, að þá fer hærra hlutfall hérna, því sem að þú eyðir í mat og þessi tveir liðir, ef við skoðum svona síðasta ársfjórðungin, október, nóvember, desember, þá er það þessir tveir liðir sem hafa hækkað mest í vísitölunni, það er húsalega og matur. Já, þetta væri alveg kjörið. Já. Ef fólk hlustar á þættina þína og svo hlustar á okkur annað þátt, en þetta er eitthvað sem að þyrfti að skrifa niður og gera. Sérstaklega þessi punktur. Því að þetta er geranlegt. Við vinnum í því að koma þessu á. Ef að segja þetta gott, Gylfi, í bili. En ég þarf að hugsa er ekki eitthvað sem að þú ert búin að hérna miður á sem að Já, eitt punktur þarna sem það akkur vextir ekki eins lágir eins og í Evrulandi. Já, akkur þurfum við að borga hærri vextir en aðrir. Já, það er góð punktur. Og mun það lagast þegar Gylfi Zoëga hættir í peningamálastjórn? Það mun flest lagast þegar ég er hættur. En hérna sjáðu til. En sko að hinliðin á þessu dæmi, eins og ef þú myndir búa í Evrulandi þar sem vextir hafa verið svona lágir, þá er ákveðin vandamál sem því fylgja lágum vöxtum. Það er aldrei lífeyrissjóðina að fá ávöxtun, sko, að því að nú er að verða öldrun, sko, samfélaga, þess að það er bæði að fækka fólki og hlutdeild þeirra sem er yfir 70 mun vaxa mjög hratt og þetta er eitt af því stóra sem er að gerast núna í heiminum. Við höfum þetta innflytjendur sem að laga alltaf píramídan jafnóðum. Já, einmitt. En þá er í þessum landum oft stendur styrr innflytjendur. Það er ekki eins og þeim sé alltaf tekið fagnandi. En aldrei á sér stað og það getur, innflytjendur geta bjargað málinu, aukin framleiðni og tækni og annað slíkt. Gervigreind, já. En það að búa í vaxtalausu samfélagi þar sem að fjármagn ber enga ávöxtun, það hefur áhrif á lífskjör þjóða. Eins og til dæmis, skólabókadæmi, þetta er í reglanum 70, það segir ef það væru 10% vexti, 10% ávöxtun, það er bara svo vel að deila og þú gæfir ungum manni eða stúlku í 20-samariskjöf 1 milljón. Það er bara þess að geti verið 100.000 að þá ef við 7% vexti þá á 10 árum þegar við komum að vera 30 þá mun þessi 1 milljón vera 2 og þegar hann verður 40 þá er hann 4 það er 50, 8, 60, 16 70, 32 miljónir það er einhver sem átti 1 milljón á þegar hann fer þá eftir hún 32 áns að hafa lagt neitt fyrir þannig að það að búa í landi það sem er jákvæð ávöxtun fjármagns og þessi ávöxtun hún byggist ekki á því að kúa fólk sem er ungt eða fátækt heldur á því að það er arðsemi fjármagns það er að segja fjármagn sem er fjárfest framleiðin í samfélaginu skilar arði það veldur því að í staðin fyrir að þurfa að taka út úr heimilisbókhaldinni hverju mánuði til að eiga 32 miljónir úr 70 þá er ekki að taka neitt út úr heimilisbókhaldinni. Við tökum nú aldrei það tekja okkur 15,5% af laununum okkar. Nei, en séu að þessi ávöxtun hún er lífskjara bót að hafa jákvæða ávöxtun fjármagns. Hún er dæmi land þar sem er einhver drift í atvinnulífinu og eitthvað að gerast. En ef þú ert í hagkerfi þar sem er engin ávöxtun, 0% ávöxtun, það sem að atvinnulífið er í dróma
og Seðlabankinn heldur vöxtum svona niðri til þess að reyna að kveikja eitthvað líf í hagkerfunum, þá þarftu, það vissulega ódýrt að taka lán, en þá þarftu að leggja fyrir svona mikið, það er engin ávöxtun sem færð fyrir þitt sparifé, og af því að það eru svona lági vextir, þá verður eignaverðið svo hátt, þess að hlutabréfamarkaðurinn verður miklu hærri og fasteignar verður miklu hærra. En Seðlabankinn á Íslandi er eini Seðlabankinn í Evrópu sem er með stýrivexti sem er nálægt í að vera jákvæður, að vera ekki neikvæður. Og þess að gildir alveg spurningin, af hverju við að borga hærri vexti heldur en í Evrópu eða í nágrannalöndunum, þar sem fólk er að borga miklu lægri vexti, þó svo að það vinni gegn sviðsmyndinni sem að þú varst að draga núna á. Já, það er vegna þess að þú værir í Frankfurt og myndir mæta á fund þar í nefndinni þarna í Evrópska Seðlabankanum og það eru fulltrúa landana. Þjóðverjinn væri alveg rauður í framan og hann sagði það var aldrei verið svona mikil verðbólga í Þýskalandi og það er svo mikil eftirspurn hjá okkur og það er verið að brenna upp sparifé því þýska þjóðin með sparipenningin inn á reikningum sem er að brenna upp og mest ætta með Evrusvæði er að Þýskaland fari út, ekki Ítalía eða Finnland geti kannski byrjað og svo. Svo þjóðverjinn er alveg brjálaður. Svo þegar hann er búin að fá útrás, þá kemur hollenski fulltrúin og hann fær líka útrás. Hollendingar, þeir vilja hærri vexti. Þeir vilja ekki þessa verðbólgu. Svo kemur Finnin og eftir og hann er sammála þessu og þetta. Og svo, þegar þeir eru búin að fá útrás, þá kemur Ítalinn og kannski bara mjög ánægður með þetta. Það sé verðbólgu og lági vextir. Þá er ítölsku ríkisskuldnar að brenna upp. Það sem þýðir er að þýski sparifjáreigandinn er að borga niður ítölsku ríkisskuldunar á þess að vera spurður. Spánverjarnir er nokkuð ánægðir, frakkarnir, jú, þetta er allt í lagi, þetta er með suður-evrópskum stíl. En þessi verðbólga sem er þarna er eignaupptaka hjá fólki sem að, og við erum ekki að tala stór eigna fólki í Þýskalandi sem á sparifé í bönkum, þetta er bara almenningur sem að leggur eitthvað fyrir og það er verið að brenna það og það má ekki hækka vextina eða það er verið að hækka vextina þeir verða að hækka, trúðu mér evrópsku vextina munu fara upp á næstunni enn meira en það er verið að skatleggja almenning sem á þarna einhvern pening til þess að ekki til þess, það er óbein afleiðing og bein afleiðing en ekki viljandi verið að skatleggja fólk þarna til þess að skuldir þá sem er aðalega í Suður-Evrópu lækki og ef að Þjóðverjinn hefur sitt fram og Evrópuvextinni hækka enn meira eins og hér þá er þau með skuldavanda í Suður-Evrópu, ítalski ríkisjóðin mun þá fara, hann geti valtið og þeir eru núna að búa til tæki þannig að geti haldið áfram að búa til peninga á Ítalíu til þess að halda niður í vöxtunum á Ítalíu á meðan að hækka vexti annars staðar. Og hindra bara samfélagslega upplösnu í Ítalíu. Já. Svo þeir eru í þvílíkri krísu með sína stefnu. Svo þá hafa 6% vexti í verðbólgu sem hefur 9% og yfir 7% og mælur hann líkar eins og hún er mæld í Evrópu. Það er þannig neikvæði vextir svo fólk sem á peningi í þessu landi okkar, það er að vera að brenna það sparifé upp. Ég veit ekki mann sem er með iðnaðarmaður sem er búin að vera í áratugi lifa spart smiður, lifa spart allt sitt líf þú veist, eins og fólk að eldri kynslóðinni gerir þú veist, þú ferð og kaupir frosinn þorsk í kvöldmatinn og eyðir eiginlega ekki neinu svo áttu nokkra 20 milljónir á bankareikning og ferð inn í Arion og fær 4% vexti á lífspariféð þitt og svo er 9% verðbólga eða 7 eða 8 eða 9% verðbólga það er eignar upptaka á þessu fólki. Hinir sem þú tala sem þurfa að borga hærri vexti þeir verða fyrir því að höfustóll lánanna lækkar að raunvirði þess að launin er að hækka 7-8% en höfustóllin eftir óvertryggt er fastur svo það er hinlegin sem enginn segir það er meiri greiðslubyrði fyrir þetta fólk sem þú tala Þannig að þú leggur til að þessu tímabundnar aðgerðir til þess að mæta greiðsluvanda þessa fólks frekar heldur en að raska kerfinu þessu sigurkerfi sigurverki sem að þú vilt halda gangandi. Nei, punktur eins á, þú getur ekki, það er ekki æskilegt. Eignir fólks séu gerðar upptækar eftir ólýðræðislegum leiðum af embættismönnum í seðlabönkum
það er ekki gott. Þetta var í gamla daga hérna, menn áttu verið fyrstu útborgunni í húsnæði sitt og svo var brann hittu upp sko, í verðborgu og einhver annan borgaði. Það er ekki heilbrigt peningakerfi, það er betra pólitíkin sem á að endurspegla samfélagsáttmálan og réttlæti í samfélaginu, búið til húsnæðiskerfi sem þjónar þá láglauna fólki og ungu fólki og allt slíkt. Og ég held að sé eitthvað byrjað, ég held ég að lesa eitthvað í blóðunum að það var eitthvað svoleiðis í gangi, en það er það sem maður þarf að gera. Það eru margir blaðamannafundir og kynningafundir svoleiðis. En ekki gert. Já, það er erfitt að sjá það. Við höfum búin að heyra svo marga fundi ráðagerðir sem ekki gengu eftir, við erum alveg skeptískir. Já, þetta er kaldir í hjarta. En þetta er spurning hvar markaðurinn endar og hvar mannréttindi taka við. Og þú veist, við getum ekki selt atkvæðisréttin okkar, það má ekki taka fólk sko, með mannsali, þetta er svona mannréttindi, en hvort húsnæði ekki að vera, lágmarkshúsnæði ekki að vera hluta mannréttindi fólks, eins og var gert, ég held að við talaðum eina síðast. Ég held, það mætti færa rök fyrir því, að þegar 35 ára fólk er að byrja sína fjölskyldu vegna spötna, þá eigi það ekki að vera í einhverju spilavíti í hérna eignamarkuðum. Er það gaman að tala við? Já, sömuleiðis. Kannski kemur aftur þegar þú orðin frjálsmaður og laus úr peningamála. Þá rétt fer ég nú að byrja. Mér heyrist á öllu að það eru meiri líkur á því að vextir hækki, heldur það lækki. Kannski standar í það. En þú náttúrulega á okkur þetta ekki. Ég sagði það. En ef verðbólga er að fara niður vegna fasteignamarkaðarins, þá er ólíklegra. Það ekki. Kemur í ljós. Ég er að reyna að veiða upp úr vaxta ekkunda. Herðu, þetta látum við gott heita efnahegin og snúum okkur að allt málum eftir augnablik. Já, hingað við rauðaborðið komin hún Greta Óskarsdóttir, bæti efnaráðgjafi. Við ætla að ræða eins við hana rakaskemmtir og meglu. Velkomin Greta. Takk fyrir. Takk fyrir að fá mig í viðtal. Gaman að koma. Já, hérna þú hefur sjálf reynslu, þú hefur upplifað það að vera fyrir rakaskemmtum eða miklu. Já. Segðu mér aðeins frá því. Sko, fyrst ég held að ég hafi að minnstakosti 3 svarur miklu veik, sko, en það var ekki fyrir 3. skipti sem ég áttaði mér á tengingunni. Fyrst líklega var ég ólétt af tvíburum. Já, að fara þetta nær. Já. Fyrst, þegar ég hef upplifað miklu veikindi að ég held, var þegar ég var ólétt af tvíburum og bjó heimi á mömmu minni. Og mamma fekk krabbamein í heila, systir mín fekk mjög alvarlegt MS og sjóntaugabolgu og ég var alltaf kastandi upp á þessari meðgöngu. Þetta var mjög erfitt svona heilsufarslega séð. Svo flutti ég út úr þessu húsi og mamma á endanum bara eftir 30 ára baráttu við krabbamein dó og systir mín flutti annað og við seldum bara þetta húsnæði að því ástandi sem það var og með fyrirvara þyrfti að gera við það en þá hafði fundist svo svartmygla inn í fataskap hjá mömmu þegar hún var í meðferðum við þessu heilakrabbameini og það var ekki fyrir þá að við áttum okkur á það geti verið eitthvað tenging eða það væri kannski eitthvað sem þurfti að laga í húsnæðinu. Þá hafði lekið eitthvað inn þak og bara fór að birtast þarna bak við skápin eitthvað leki sem var inn í veggjum. Og þetta var náttúrulega eldra húsnæði. Þar held ég hafa verið miklu veik fyrst og það hafi haft áhrif á þessa meðgöngu sem ég var í. Ég endaði að fæða fyrirbura mjög mikið fyrir tíman og missa hana barnið og til að fletta inn í þessa sögu þá var líka á þessum tíma að barónstíg áhættu meðgangan og það komið mörg mistök upp þar. Ég fekk ljósmóður sem var greind sem með krabbamein, svo var alltaf eitthvað ný ljósmóður og það var miklu ástand þarna líka barónstíg. Í húsnæði. Já, og svo þetta er svolítið merkilega saga því svo á ég tvíburana mína og kvennadeildin er búin að vera með rakaskemmdir mjög lengi og mjög viðvarandi, þú veist, þannig að þetta er svona þetta er búið að vera samfélagi búið að vera svo gegns í stað og við kannski gerum ekki þessa tengingu fyrir löngu síðar. En allavega, svo næst þegar ég var veik þá leiði ég gamalt hús, efri hæð og ris með hérna sem hafi síðan 1946 eða eitthvað með upprunalegri eldhúsinnréttingu þá var ennþá
kartöflugeymslur hérna og svo leys. Það var engin sýnileg mygla en þetta var allt bara mjög gamalt og upprunalegt og bara trégólf með dúk yfir og sem sagt barnið mitt fór að vera mjög kvíðið og fá mikið að hefðatröðu. Ég fór að fá mjög alvarleg heilsufarsköst. Ég byrjaði að fá missa kristallana úr innra eyranu og missa jafnvægið og þurfa að liggja í gólfinu og kasta mikið upp og fá rosalega bólgur í innra eyra og ég var að fara aftur upp á spítala út af þessu. Ég fór að fá ofsakviða líka og ég misti hluta heyrnarinnar líka á þessum tíma. Út af þessum bólgum í innri eyrum. Og bara alls konar svona vanlíðan, við erum mikið af flensum og bara veikindum sem að jafna sig ekki fyrir en við fluttum í annað húsnæði sem var nýrra, sem var búið til 1982. Svo gengur bara vel í einhvern tíma. Ég eignast annað barn og búin að gifta mig þarna. Ég var einstæðmóðir áður og eignast svo annað barn, þá ég 2 börn og hún verður svo lasin bara frá því hún fæðist bara og er alltaf grátandi, er alltaf vansæl með mikið bakflæði. Svo byrjar hún að fá fæðuóþol og ofnæmi fyrir næstu allri fæðu. Hún grætur svo mikið á næturnar að ég og fyrirverandi þurftum að skiptast á að ganga með hana. Hún var svo rosalega óvær og hún var með ofnæmi og óþol fyrir allir fæðu nema nokkurum próteintegundum, nokkurum olíutegundum og flestum ástöðum grænmeti sem hún gat þólað. Annað þoldi hún ekki. Hún gat þólað eggjarauðu líka, þannig að ég þurfti alltaf að vera að elda fyrir hann eitthvað rosa stórfellt fæði. Hún var sérfræði í leikskóla og þetta var svo slæmt að hún var bara komið með umönnunarmat í rauninni. Hún var bara langveik. Og að því ég var bætiefnaráðgjafi þá var ég að reyna hitt og þetta og hún, og fyrirhandi maður minn var með mjólkuróþol og svona og ég var alltaf að reyna að finna út úr hvernig við getum verið hraust. Og þekkti bætiefni, þekkti næringafræði vel og svoleiðis og var alltaf að skoða rannsóknir og eitthvað. Og síðan fór ég bara að fara markvisst til lækna, bara rannsaka öll ofnæmi sem við öll getum verið með. Ég hafði þarna farið í endurhæfingu hjá Virk. Ég vissi þá ekki að það var mygla í vinnustaðnum mínum og ég var farin að finna fyrir því líka, hafði farið í endurhæfingu og verið með mikið af bakverkjum, fyrirhandi maður minn hraut mikið. Síðan bara, og var með fæðuóþol sjálfur síðan eignaðist ég annað barn óvænt og hann byrjaði að sýna sömu einkenni og dóttir mín og þetta var svo líkt að mér fannst það vera eiginlega ómikil tilvílun að það var ekki bara genetíst. Svo var ég að googla allar þessi einkenni og þá fór ég að koma upp húsnæði og fæðuóþol, húsnæðisvesen. Þannig að ég fékk úttekt frá Eflu og hann kom og gaf okkur ráð hvernig við ættum umgangast húsnæðið, hvernig við ættum umgangast að þvoa þvottavélina og uppþvottavélina og hafa loftun og hitt og þetta. Svo sagði hann, ég sé hérna í Svefnherberginu það er einhvern tímann hefur lekið hérna, það er svona smá rakaskemmt hérna en hún mælist þurr. Þegar það er svona þó þessi þurr, þá gæti verið mygla eða það gæti hafa þotnað alveg. En ef það er rakt, þá veit maður að það er rakaskemmt eða mygla, en ef það er þurrt, þá veit maður ekki hvort það sé þotnað eða hvort það sé rakaskemmt eða mygla. Og hann sagði að það þarf opnin og þennan vegg við tækifæri þegar þið hafið tök á því. Þannig að við fórum í að fjármagna það og fengum bara að það sem við fundum sem helstu sérfræðinga á landinu í þessum málum, sem sagt að gera við og skoða svona hluti og við fengum þá líka aðra viðgerir leið eins og skiptum gamlan við á sölunum og svona en þeir tóku bara, þú veist, ætlaði að kíkja undir baðkar, bara allt sem getur verið grunnsalegt. Það var smá rakaskemmt, þetta voru mikið svona þakgluggar, þetta voru 2 hæðum við sjóin, svona eiginlega svolítið svona pentáslega íbúð, mikið á svona þakglugum. Og þeir fóru bara markvisst, þau tóku, það var smá svona rakaskemmt undir einum og þau tóku bara allan vegginn hérna, gera nýjan, opnuðu undir baðkarið, það var ekkert að sjá þar. Svo var ég að segja, já það er eitthvað skrítin lykt undir parkettinu hér og svo fór ég í búðina og þeir bara eitthvað svona, og svo þegar ég kom heim og voru búin að brjóta allan múrin í veggnum hérna og ég bara, hvað er í gangi? Ég bara svitnaði, þetta er röglega, þetta verið dýrt sko.
og ég held alltaf að lifta hans parkettinu, þú veist, og ég fann það svolítið áhyggjufull þegar þú ekki að finna neitt og fólk var að hugsa að þið eru eitthvað svona ímyndunarveik og eitthvað svona, þú veist, akkur er það að gera þetta, börnin ykkur er veik, akkur er að gera þetta allt við húsnæði fyrir marga milljónir. Og þá komst þér að ég lyktin þarna á parkettinu hafa bara verið einhvern gömlu lögnum, opnalögnum og svo þurfti bara að fara að múra yfir þetta seinna og ég bara, oh my god, ég var farin að renna með 2 grímur, akkur eru að fara í þessi fjárútlát, við hljótum bara verið ímyndunarveik eða eitthvað. Svo fóru þeir upp og fóru í svefnherbergið og þá bara bingo, sko, þar var fullt af myglu undir korkparketti og inn í vegg, þarna undir svona velúrglugga, þar sem að lekin hafi verið. Og þá voru eitthvað svona ekki nóg þétt þarna í þakinu og það voru svona rendur sem hefði verið inn í klæðningunni þannig inni, bara af myglu og mygla í plötunni sem var þarna kofariði og svo þannig undir gólvefni sem var svona korkparkett, sást ekkert ofan á, það sást ekkert sýnilega. Nei. Og það var undir þarna og svo hefði örgulega líka lekið inn við höfðagafli hjá hjónarúminu, þar voru gluggar, það hefði örgulega ringt þarna inn einhvers staðar, bæði inn velúksgluggan og inn þessara glugga og það var mygla þarna undir korkparkettinu en ekkert að sjá á ofan. Þannig að við höfðum í rauninni verið mygluveik, þessum örgulega þurfti ég að fara í endurhæfingu með svo illt í bakinu og ég var svo oft þreytt með síþreytu og barnið mitt var svona rosalega veikt. En sko, þeir kunnu rosalega vel, þeir plöstuð fyrir alltaf þá búið að tæma all húsgögn út og svona áður en þeir opnuð. Þeir eru alltaf í búning og með grímur og þetta eru sérfræðingar, sko. Og þeir eru með svona neikvæðan loftþrýsting og svona filter, þannig að það kom aldrei menga loft út og þeir gerðu þetta rosalega fínt. Þeir tóku sko í 3 hollum húsnæði alveg í gegn og líka inn á aðra veggi og svona tjekkuðu hinu herberginu og bara og við settum flísar, marmaraflísar og parkettflísar og allt svona miklu öruggara gólfefni. Þeir þéttu þessar rakasperrur til að koma veg fyrir leka síðar og svona. Gerðu þetta hús alveg upp á nýtt og heilsun okkar batnaði hver skipti, alveg bara hver skipti sem þeir gerðu við. Fyrir því, já. Og svo vorum við bara mjög heilbrið, sko, bara eins og Superman, þú veist. Og börnin, hvernig var með ofnæmisdæmið? Þau rjátluðu staðið með tímanum. Hvað er það? Af því að, en svo, nú er ég búin að læra rosalega mikið, ég er búin að lesa fullt af rannsóknum og byrjuði að, þú veist, gefa kefir og það læknaði mjólkur og þá leið og þú veist, svo, sko, barnin mín, þessi stelpan mín, hún byrjaði að þola allt, en lengi var hún með óþol fyrir glúteni, soja og mjólkuvörunar fóru því ég gaf þeim kefir mikið og það hjálpaði mér mikið þannig að þau mistu öll mjólkuróþolið við það. Síðan var þetta glúten og soja mjög lengi. Svo datt sojað út og bara glútenið þau byrjuði að þola það bara í fyrra. Krakkarnir mínir þessi 2. Þannig að nú þóluðu allt. En það sem tók við þá var mygla í skólum og leikskólum. Já, sem er náttúrulega bara pláa í dag. Bara var landlega þessum tíma. Þannig að hún var að veikjast þannig sem leikskóla. Svo fórum við í einkarekin leikskóla og þar var rosalega alvarlegt vandamál sem var ekki viðurkennt fyrst í fall. Þannig að ég var alltaf einhvern veginn stóð alltaf uppi með að þurfa að sanna að það væri mygluvandamál hérna, að þetta var svo mikið tabú á þessum tíma, þetta eru 3-4 ár síðan, þá var þetta ennþá mjög, þú veist, ef maður sagði mygla, þá fór fólk alveg bara, þú veist, var mjög svona tabú og skömm og fólk var með mikið úrræðaleysi, vissi ekki alveg hvernig þetta bregðast við og þetta var svo stórt og þetta var svo erfitt einhvern veginn að maður skildi alveg bæði skólastjórnendur, leikskólastjórnendur, starfsfólk og foreldrar áttu bara oft erfitt með að tala um þetta. Hvað þá, þú veist, að síðan bútla aðgerra áætlun eða við hvernig á að tala og tala við borgina og tala við þetta og svo með einkarekna skólan og leikskólan þá er náttúrulega öðru sér boðleiðir líka og þetta er svo mikið peningur og fjárhæðir sem eru þarna undir og heilsa, þannig að þetta var mjög þrúandi. En að því að ég vissi það sem ég vissi og ég var komið með svona skynjun á myglu, þú veist, maður ekki verði svo myglu mælar eftir svona og ég var bara, það er mygla hér og svo er ég bara búin að veri. Hefur eitthvað kennt það, hvað gerist? Að því nú er það alveg vitaði mitt að þeir sem að hafa orði veikir að myglu verða svo miklu sensitívari
Það er mjög algengt, en það er mjög misjaft. Þetta er svolítið misjaft eftir fólki, en þú ferði eiginlega ekki betri miklumæli heldur en suma þolendur sem að getur skynjað strax. Þú veist, mín viðbröð við miklu eru eiginlega strax. Þannig að ég finn viðbröð, einu sem stóð ég á kassan með IKEA og ég sagði að ég finn miklu og ég bara, hvernig getur það staðist? Svo leit ég upp, þá var viðarplata með leka í. Þú veist, beint fyrir ofan þig. Já, beint fyrir ofan mig. Og ég bara, þú veist, þetta er bara eins og svona einhver skynjun. Fyrirhandi maðurinn minn, hann veit þetta ekki fyrir hann að fara exem síðan kvöldið. Þá fattar hann, ég var í miklu einhver staðar í dag, nú er ég komin exem. En hann finnur ekkert, nema kannski hjartslátt eða eitthvað. Þú veist, þannig að það er misjaft hvernig fólk skynjar þetta. En það er örugglega þannig að kerfið er, ok, hér er skaði, nú ætlum ég að kenna þessari lífveru að þekkja skaðlegt eða eiturefna umhverfi. Þú veist, það eru náttúrulega bara kannski eins og dýrin sem að finna lykt og bragð ef það er eitthvað eitur sem þau að forðast. Akkurat, það er og það er sko, ég veit líka bara fólk sem tvagfólk sem er búið að lenda í miklu sjálft, það notar þetta fyrst, svo tekur að vísindin og beitir því á rýmið, af því þau eru búin að skynja og það er eitthvað off hérna, hvar er það, þú veist. Bara eins og hundar hafa verið notaði stundum í svona miklu, þó að það sé svona mjög umdeilt siðferðilega að vera að setja dýr í þessa vinnu sem ekki velja það sjálf. Þannig að, já, en þá fór ég í þess að baráttu eða svona, ég var alltaf að lenda í svo aftur og aftur og þurfa að sanna að miklu sé skaðleg, þannig ég fór að safna rannsóknum og safnaði rannsóknarsafni í samskiptum við skólastjóra, bæði í gagnfræðaskóla, grunnskóla, leikskóla, einkareknum og ekki einkareknum. Ég var alltaf að lenda í þessu að vera svo sem er að segja hvað er búið að gera, þú veist, og eins og til dæmis í Hagaskóla, hún var búin að vita af þessu vandamáli mjög lengi og reyna að fá þrýsta á í borginni. En svo náttúrulega var ég líka í pólitík og var byrjuð þarna að vera virk í Pírötum, þannig að ég náttúrulega vann með þeim svolítið og ég vann með fullt af fólki bak við tjöldin, þú veist, fólki í fólki sem að voru læknar, fólki í pólitík, bara í að fá umbætur fram og þau voru flest með mínar rannsóknir til þess og líka bara foreldrar sem voru berjast fyrir börnunum sínum og svona. Þannig að ég var alltaf að senda þetta skjal út allt, nú er það komið á netið, þannig að bara hægt að senda link, þú veist, og það fór að vera meðvitund af því að það voru svo margir sem fóru að lendi í þessu og fatta að þetta væri þetta og svo margir sem áttu ættingja sem þau lendi í því líka og í borginni þá voru Pírötur unnu bara náið líka, þú veist, ég átti fundi með þeim og þær voru svona farið hvernig og þær voru framalega þess að komið því áleiðis að það var verkferill sem fór í gang þar sem að það þurfti að fara bara eftir ákveðnum viðmiðum þegar svona mál koma upp. Svo þetta sé ekki bara alltaf random og finnum pjóli hvert einasta skipti upp og nýtt. Og núna er ég í stjórnmálum í Garðabæ og það er alveg til dæmis, Garðabælistin var með fyrirspurnir rakaskemmdir og myglu og úr svörunum kom til dæmis að það væri mjög sniðugt að fara að búa til verkferill fyrir þessi mál í Garðabæ líka. Þannig að það vonandi er bara á dagskrá. Það er alveg svakalegt miklumál í miðgari. Í skólan, já, í Flataskóla og fleiri skóla. Já. Og þarna er eitthvað spurningum hvort það hafi verið einhver skýrsla sem er síðan þarna í Flataskólamálinu. Það var gerð einhver úttekt þarna 2019 og framkvæmdi einhverju skoðun en svo fór þessi skýrsla eitthvað vitlaust skráð og þau var ekki fylgt eftir sem skildi. Ég var aðeins verið svona inn í því máli en sko núna eftir á en sko þarna fyrir 3 árum síðan var landslæðið svolítið öðruvísi sko. Ég er ekki að verja Garðabæ þá að fylgja að einhver starf stoppaði eitthvað sem átti ekki að stoppa, veist. Og hver þarf að gera þetta upp í sína samvisku því það kostar rosalega mikið að fylgja svona málum eftir og stundum missi fólk vinnuna eins og á þessum tíma. Viðkomandi hefur örugglega geta mist vinnuna að fylgja þessu allalegið eftir svona skýrslu, þú veist, og það var alveg, fólk er að leggja sér rosa mikið svona
fórnir að fylgja svona málum eftir, eins og ég gerði þarna í einkarekna skólamálinu. Nú gerist á þessum tíma, sko, ég held að sé 2017 og þá kemur í ljós alveg svakalega mikla í gamla Kársnesskóla í Kópavogi. Já. Og skýrslan að mér skilst svo ljót að það var bara ákveðið að birta hann ekki, heldur bara að rífa skólan. Já, og ég tók þessu umræðu bæði innan Pírata og utan í sambandi við Fossvogskóla. Fólk, þannig að fyrst þá fólk bara, nei, þú rífur ekki heilan skóla, þú veist, og eitthvað. Það er bara rosalega dýrt, en þú veist, ég var eiginlega á þeirri línu að stundum er bara best að rífa og byggja eftir nýjustu stöðlum og svo bara láta skólan vinna inn sko kostnaðinn, að því ef þú byggir með ákveðnum nútímastöðlum, mikið á forvörnum, þú veist, að því svo kom í ljós með Fossvogsskólan, það var eins og það væri bara endalaust af vandamálum og vesinni og er ennþá. Og sumar þessar byggingar eru bara sko illa byggðar frá upphafi. Já, og eitthvað mikið að í upphafi. Já, það er svolítið erfitt að lappa endalist upp á. Þetta eru sýktir byggingar hlutar, þú veist, og það þarf að gera þetta rétt til þess að þetta borgi sig. Og það þarf líka að greina hvort að það borgi sig að gera við eða hvort að það borgi sig að rífa og byggja upp og nýtt. Það þarf eiginlega svolítið mikið að koma til þess að vita hvort borga sér meira, þú veist, og það er líka það sem hefur hindrað okkur svo mikið, bæði fyrst sko skömm og fólk vildi ekki tala miklu og eitthvað svona, og svo bara þessi gríðarlegi kostnaður, að því það sem gerðist var bara eftir hrunið er að viðhald sat á hakanum í opinberu húsnæði og jafnvel einhverja húsnæði, það var náttúrulega allir vinna átak sem fór í gang til þess að halda vinnandi stéttum í svona framkvæmdu vinnu í vinnu og fólk væri svona viðhalda húsnæðinu sínu, en eins og opinberar bara sveitafélög og ríkið bara letu mjög mikið sitta á hakanum af því það var ekki vita hversu hættulegt heilsuna það gæti orðið sem að síðan reyndist vera mjög hættulegt og líka ekki nómið það heldur að ef þú lætur húsnæði byrja að spillast, þetta er eins og ef þú ert með drep í fingri og það byrja að smitast, þú veist, þetta borgar sig alls ekki, þú þarft að útrýma sýkingunni sem fyrst og fjarlæga þessa byggingarhluta því að því meira sem það drabbast niður því minni líkur að getur bjarga húsnæðinu að því þetta eru svo sýkingar sem fara svo að sýkja hina hlutana og sýkja, og þú veist, þetta er svona kross-sýkingar og síðan bara vera skemmtir svo miklar að þá bara fer ekki, því fyrir sem gripir inn í, því meira borga það sig. Þannig að, og líka bara forvarnir að byggja vel og byggja heilbrigt og það er sem að Halldóra Mogensen hefur stundum talað að hún sé hrædd við og ég er líka að byggja hratt og jafnvel vistvænt, það er ekki alltaf að byggja heilbrigt, það er ekki alltaf það sama. Það þarf svolítið að passa upp á þessi heilbrigt líka svo kappið byrja okkur ekki alveg ofurliði og svo þurfum við að fara að gera við eftir x mikinn tíma og svo skiptir líka máli hvernig hlutur er settir saman og þessi reynsla en eins og já, þannig að það þarf að huga að mörgu, en eins og Alma Möller saði í það var málþingum betri byggingar og eitthvað svo leiðis og fór rakaskemmtur og hún saði sko, þú veist það sem borgar sig mest er að byrja á að passa að við getum haft heilbrigðar byggingar. Af því ef þú ert komið sýkta byggingu, það er svo rosalega erfitt að þú getur verið hjá 16 læknum, þú getur verið á mörgum lyfjum, þú getur verið á alls konar bætiefnum, en ef byggingin er sýkt sem að þú býrði í eða þú starfar í eða þú ert í skóla í, þá bara þarf svo rosalega mikið mótaðgerðum. Þú veist, þannig að það er svo margföld áhrif sem að ein sýkt bygging getur haft og það er svo misjöld hvernig fólk upplifir þetta, sumir finn ekki neitt en sumir kannski finn eitthvað, bara tengja ekki við þetta en allir eru í eiturefnasúpu. Það er engum hollt að vera í rakaskemmdi og miklu húsnæði og rakaskemmdir, fólk hugsaður, já rakaskemmdir það ekki bara allt í lagi og miklar hættuleg. Nei, það er nefnilega fullt í rakaskemmdum, hvort sem að það greinist mikla eða ekki, sem getur verið skaðlegt heilsunni. Þannig að blautt byggingarefni og sérstaklega svona eins og gifs eða pappi eða tré getur verið mjög skaðlegt heilsunni, þó að þessi ekki búið að greina miklu eða eitthvað, rakaskemmdir sko, en hvernig eins og með, nú eru til svona miklu próf sem að fólk fer í
Eru þau rétt yfirleitt? Fyrir heilsuna eða fyrir húsnæðið? Fyrir, þú veist, ég menna, þú veist, getur einstaklingur verið veikur á meglu en greinst úr svona megluprófi bara frýr? Það rosalega erfitt að greina mikluveikindi. Það sko mjög, sumir sem eru mikluveikir fá ofnæmi fyrir miklu tegundum. En það bara pínlítið prósenta. Að því margir fá bara ofnæmi fyrir öllum sköpum hlutum. Að því það sem gerist að það eru ákveðin, sko það vera að rannsaka þetta betur og til dæmis eigum við lækni sem heitir Una Emilsdóttir, hún meira sig í að sérhæfa sig út í Danmörku og reyna að komast að tengslunum milli rakaskemmda myglu og heilsufars og veikindana og hún að greina, þú veist, nákvæmlega hvað að birtast yfirleitt og reyna að greina hvað nákvæmlega í rakaskemmdum og myglu sem veikir okkur. Því við vitum að rakaskemmdur og mygla veiki okkur en þá eftir að greina nákvæmlega hvað það í því og það eru margir hlutir líklega, þú veist, það eru svona lítil sveppaeitur og maður getur með þessi miklu síkst inn í líkamannum, þú veist, í lungum og fleira, en það eru svona, sko, sveppir eru mjög gagnlegir. Þeir taka allt efni sem þarf að brjóta niður og rotna á svoleiðis og búa til heilbrigða mold upp og nýtt. Þeir meira segja í Tjernobyl fóru að þekja mikið af svæðum þannig til þess að minnka geislavirkni og búa til, sko, æskilegt umhverfi. Þú veist, við þurfum á sveppum að halda, annars getum við ekki lifað þessu lífkerfi. Þeir eru mjög gagnlegir á svo mörgu leyti og eins og við búum að vera að tala meira sér læknisfræðilegum, þeir eru hvorki dýr, þeir eru ekki jurtir, þeir eru mjög heillandi. Þeir eru eins og töfra verur, en þeir eru byrjað að brjóta niður híbýlin okkar og senda frá sér svona lítil duft eiturefni og svo leiðis sem ekkert endilega æskilegt fyrir okkur og fólk segir, akkur þið voruð í torfkónum og eitthvað svona, akkur eru við ekki þá, voru ekki allir dauðir það voru líka góðgerlar í moldinni það voru gerlar sem eru æskilegir fyrir meltingun okkar og þeir heldu sveppunum yfirleitt í balans í tjekk, já, alveg svo í maganum á okkur þú veist, ef við fáum sveppasýkingu þá tökum við góðgerla en svo voru stundum sýkt svæði sem voru bara torfkofar eða múrsteinabyggingar í biblíunni. Það alveg þekkt. Við höfum orðið mikluveiks bara frá öru við alda. Og kannski þegar fólk voru að tala umskiptinga og fólk sem tók berserksgang en var ekki að borða sveppi, þá kannski stundum var svona, það vitað að fólk getur fengið ofskynjanir, fólk getur fengið alls konar geðræn einkenni af svona sveppavexti inn í húsi. Það fer bara eftir hvað tegunda hvernig fólkið og svona. Þannig að það rosalega erfitt að greina og margir þolendur hafa farið til 16 lækna með alls konar greiningar og bara fattuðu ekki að það var ein rót orsök. Það mjög algengt. Og hérna á Íslandi það voru nokkri læknar sem þekktu þetta en gáfu sér ekki út fyrir að veita meðferð við mikluveikindum en þekktu svona nokkurn veginn hvernig þetta getur birst og hvað þarf aðtuga og hvernig hægt að tjekka einhverjum ofnæmum í tengslum við þetta svoleiðis. En svo var út frá þessum þolendahóp og út frá þessari vinnu bak við tjöldin að reyna að bæta hlutina þá var kona sem ákvað að stofna meðferðar úrræði sem heitir endurheimt. Það hægt að fá svona heilsumeðferð við mikluveikindum þar. Það ein kona sem læknir, ég veit ekki hvort hún vill einu sinni nefni nafnið hennar því að hún þekkti mikluveikindi nokkuð vel en það var svo mikið fólki, þú veist, hún gæti ekki sinnt þeim öllum, þannig að hún einbeiti sér frekar að safna rannsóknum, fræðslu og bara svona íta við pólitist og svona bak við tjöldina því þú veist þetta var svo mikið hún gat ekki sinnt öllum sem vildi fá aðstoð og hún hafði sjálf orðið mikluveik þannig að þú veist þetta var bara hún þurfti að passa bara orkuna sína líka og svo hún Una Emilsdóttir bara í rauninni fór að sjá þetta sjálf, hún var að vinna á Akranesi og þar kom upp ykkur mikluveikindi, hún sá það var svona clusters, það svona ákveðin sem geta komið upp þú veist, það eyrnabólgur, það þetta hún fór að sjá ákveðin einkenni sem geta komið og eru algeng hjá fólki sem eru mikluveik og hún var bara svo heilluð af þessu hún bara á missjón að finna út nákvæmlega hvernig einkennin eru og nákvæmlega
hvað það er í þessu sem gerur okkur veik og það eru náttúrulega búið að koma fullt af nýjum rannsóknum síðustu 10 árin, ef við segja kannski svona 8 árin, mikið af þeim finskar og frá Skandinavíu, soldið eitthvað frá Bandaríkjunum, að því þetta er hápólitískt að svo mörgu leyti, bæði fjárhæðir bara fyrir fasteigna, félög, lyfjafyrirtæki og fleira. Já, þetta er svona óbein pólitík en það er samt hagsmunumál hérna víða. En það sem ég vita, það sem ég sé algengt í svona veikindum eru síþreyta, ofnæmi og óþol, verkir og gigt og eyrnabólgur, tíðarsýkingar, tíðveikindi, augnóþægindi, asma. Þetta er misjafnt náttúrulega eftir fólki og síðan eftir miklu tegundum og svo leiðis og aðstæðum. En það eru bara svona ákveðin, þeir sem eru vanir eins og hún Una var læknir, þú veist, að þekkja þessa klöstera, þá getur þau spurt í kring og komist mér fljótlega að því hvort að, og ég er náttúrulega vinn sem bætiefnaraðgjafi, þannig að fólk er misopið fyrir að fara út í þessa leið, þannig ég svona testa aðeins, varstu búin að, þú veist, varstu ykkur umhverfiserfiðu eða eitthvað, þú veist, ég spyr stundum, að því að þá gruna mig, það er ykkur ákveðin einkenni sem ég tengi við að gæti verið svona, en það getur líka komið eitthvað svipað eins og þegar það er mengun í lögnum eða það er nikkel, bara hreint nikkel í lögn eða eitthvað svo leys eða það er mengun í vatni eða eitthvað svo leys. Já, þú veist að þetta er í rauninu bara eiturefna áhrif. Og þá til dæmis eins og krabbamein er vöxtur sem að ónæmiskerfi ræður ekki lengur við. Þannig ef ónæmiskerfi er alltaf að vinna í myglu alla nóttina, þú veist, þá hefur það minni tíma til að sinna öðru. Að hreinsa út úr líkamannum, vinna og svona vexti sem er komin eitthvað random. Þannig að þú veist, það má leiða líkur að því að allt sé erfiðara fyrir líkamann og þessi erfiðara að endurheimta yfir nóttina ef þú sefur til dæmis í myglu og það er ára stanslaus. Og það sem við séð er líka að fólk fær oft ofvirt ónæmiskerfi, það fer bara að bregðast við öllu, eða vanvirt, það fer bara að slökka á sér svolítið, þú veist, að því það er svo vant rosalega erfiðum eiturefna áhrifum að það bara minnkar virkni og þá oft er D-vitaminskortur, blóðleysi sem fylgir svo svona. Þannig að ég held sko að rosa mikið af sjúkdómunum sem við erum að eiga við núna séu út af svona ástandi í húsnæði, vinnustæða, skóla, út af mengun í fæðu eins og skordýraeitri og fleiru og bara loftmengun út af umferð og svo leys. Þannig að ég hef mikinn áhuga á bara svona heildrænum lækningum og áhrif umhverfis á heilsu og ég var einmitt varaformann samtökum áhrifa umhverfis á heilsu en er það ekki lengur. Það er félag sem heitir SUM. Já, kallað SUM, já. Og þau aðstoða þolendur rakaskemmd og myglu mjög mikið og líka bara fólk sem að, margir sem að lendi í myglu og rakaskemmdum fá fjölefna óþol. Fara að hætta að þola kemísk efni, ylvötn, finna mjög mikið ertingu af bara, þú veist, ákveðnum þvottefnum og bara eiga erfitt með þóla umhverfi og ég hef átt vinkonur fleira sem að lendi í alveglegri myglu og gátt ekki fara út í búð. Það bara var mikið umhverfis áreiti þar og gátt ekki fara í leikhúsi því það var svo mikið ylvötn og eitthvað svona. Það er hægt, sumir hafa náð bata af þessu fjölefna óþoli, en sumir virðast sitja uppi með þetta rosalega mikið og jafnvel einangrist heimi á sér í bara að þola svo lítið og þá er ónæmiskerfi og eiginlega ofvirkt, en svo hinum megin ef það er verið að spúa út nýjum efnum í heiminum, það er bara eitthvað, ég man ekki hvað það er eitthvað hundruðir af nýjum efnum og hverju ári sem við verðum að spúa bara út, þannig að ónæmiskerfi okkar er náttúrulega bara svolítið undir stöðu undir áreiti alltaf og svo fyllist bara bollin og fólk fer bara, það verður yfirþyrmandi fyrir líkamann og taugarnar líka og þessi sveppáhrif er oft mjög tengd taugunum af því þetta er að magaflóran og meltingin fyrir oft í ólag og magaflóran og meltingin er beint tengdin í taugakerfið og þetta eru oft tauga áhrif að því sveppir geta haft gagli áhrif
fyrir taugarnar, sumir, og sumir eru kannski bara, og eins og með systur mín hún fekk sjóntaugabólgu og það er vist mjög algengt að ákveðna miklutegundir setjast bara hérna á vesenu sjóntaugina. Þú veist, þannig að það er svona alls konar skrýtni hlutir sem við sjáum að sé algengt. En bara fyrir svona 3 árum síðan vildi fólk alltaf ræða þetta, hvað þá að þetta væri endilega skald heilsunni, en svo bara einhvern veginn er ekki hægt að neita þessu lengur, þessu tengingu, og það er bara svo mikið á rannsóknum sem sína fram á þetta núna. Já, að það séu alls konar tengsl og til dæmis flesta rannsóknir, ég flokkaði rannsóknir eftir hvað áhrif gætu komið fram og svefntruflanir var bara, ég var komið held í 5 rannsóknir og eina íslenska á hrotum, svefntruflunum og veseni sem tengdust umhverfis áhrifum, rakaskemmdum og miklu í húsnæði. Og það er rosa mikið til dæmis svefnleysi í gangi bara í samfélaginu núna og hérna börn mikið líka með svefnleysi og svo stelpa mín gat illa sofið þannig í miklunni. Þannig að það er líka eitthvað sem að ég finn sem tengingu, það er líka mikið af börnum í dag því ég bæti mér ráðgjafi, eru með hægðatregðu og í svona miklu ástandi geta börn fengið annarkvort niðurgang eða miklu hægðatregðu. Sonur minn þegar hann var í gamla húsinu sem við veiktumst í, hann fekk svo mikla hæðatregðu 2 hann þurfti að fara upp á spítala á aðstað. Samt vorum við að gefa henni sveskimug og hitt og þetta og eitthvað. Það bara duði ekki til. Þannig að sko, það er svo mikils til að vinna ef að það er hægt bara í kerfinu að minnka líkur á þessu bara pínulítið. Og sko Píratar voru með 2 þingsályktunartillögur sem að ég tel að geta verið mjög gagnlegar í þessum efnum, sem að við eigum von á skýrslum hvernig á að innleiða þessar tillögur að bregðast við þeim núna þessu ári. Ein er samræmda ástandsskoðun húsnæði sem Björn Leví var með og þá erum við bara verið að tala að fyrir sölu þá sé bara eitthvað checklisti sem að fagmanneskja myndi bara sjá og þá er bara kvöð. Þú veist, að því að það er mjög erfitt að vera berjast þessar litlu fáu íbúðir sem er í gangi núna fyrir kaupendur og setja kvöðum ástandsskoðun en eiginlega allur skaði sem hlýst af skemmtu húsnæði lendir á kaupanda eða eiganda og það er í rauninni hvati eins og er í kerfinu fyrir eiganda sem er búin að lenda í vandræðum að lappa upp á húsnæði og fela þetta og reyna að koma því yfir eitthvað annað. Það náttúrulega ekki gott ef að kerfið er þannig byggt að það sé hvati til þess að svindla á næsta manni og þá þarf hver eigaði bara við sína samvisku. Eins og þegar við vorum að selja okkar húsnæði og búin að gera við 3 hollum þá sagðum við samt frá því að við höfum gert við út af þessu en við sögum líka nákvæmlega hvað við höfum gert og hún var bara, já, þú veist, hafði engar áhyggjur af þessu en hún var ekki hrædd við þetta, eitthvað þannig sem keypti en það voru við líka búin að fá helstu sérfræðinga á landinu til að taka allt húsið í gegn en sko og svo Halldór Mogensen var með 6 liði í þingsályktunartillögu hvernig var að hægt að bæta bara kerfið og á ég lesa kannski hvað var í henni eða bara gera það það bara fólk getur leitað bara uppi það er þess að bara þingsályktun maður getur googlað þingsályktun til að Migla og Halldór Mogensen þá er þetta að finna þetta en svo var að berast sko svar frá innviðaráðuneytinu það sem að Halldór hafði spurt svona fyrirspurnir ýmislegt og svona og það var rosa lítið sem kom fram í þessu svari fannst mér nýtt nema bara eitthvað svona já það er svo margt sem þarf að rannsaka svo margt sem þarf að skoða það er að leita gagna og svona og það sem að ég var svolítið ósátt við sko þegar við varum að loka nýsköpunarmiðstöð Íslands og tæknisetur var stofnað í staðinn og ég held að það tæknisetur er ekkit endilega að fara að lifa neitt mikið lengi og í staðinn voru stofnað svona sjóðir sem hægt að sækja í en í rauninni var verið að minnka pening og minnka fjármagn til grunnrannsókna minnka eftirlit og þau voru í rauninni að reyna að loka á miklurannsóknir og rannsóknastofu byggingarinnar og það vantar að geta testa meira já og þú veist þetta voru mjög ljótar að mér fannst aðgerðir
En svo kom að í fósforskóla var og svo mikið fólki í þessum flokki með börn sem voru að veikjast og þá einhvern veginn var ekki hægt að bara einhvern veginn vera, mér fannst þetta svolítið liðholt fasteignafélögunum að því mig grunaði þau voru með svolítið margar skemmtar byggingar sem þau hefur losað sig við, þau eru fatt að þetta verður mikið vandamál og miklu rannsóknir voru ekki endilega æskilegar, þú veist, og eitthvað svona og helst bara tefja fyrir því og eitthvað og þetta var inn í aðgerum sem að ég myndist halda sem að ég greinir sem að viðleitni sjálfstæðisfólks til að taka nýsköpunarmál á landinu undir sig og sína að því, þú veist þetta er ekki hagstætt fyrir verktakana og já, sko miklumálinn er eitt, en nýsköpunarmálið er annað. Ef þú ert með fólk eins og Elon Musk og fólk eins og Bill Gates sem eru pöngast eitthvað, þau eru rík, það er vesen ef þú ert ráðandi stétt. Ef þú ert ráðandi stétt, þá viltu náttúrulega bara hafa nýsköpunarmál undir þér, af því það er svo mikil möguleiki á að auðgast og að fá nýja tækninýjungar og eitthvað. Þannig að þau gerðu ýmislegt til að halda nýsköpunarmálum frá almenningi og frá hinum almenna borgara og gera það erfiðara og dýrara fyrir fólk að sækja ráðgjöf og fleira, en setja svona eitthvað svona sjóði og segja að það væri betra núna, þú veist, og svo segja bara eitthvað fallegt ofan á. En sko, og svo settu þau, þú veist, fyrirvænandi bæjarstjóra Garðabæjar án þess að auglýsa undir nýsköpunarmálinu og eitthvað, þú veist, þetta er bara allt eitthvað svona, þú veist, þetta er bara undir sig og sína, þú veist. Akkurat. Og og leið og mér fannst sko þetta væri svolítið liðholt fasteignafélögunum bara minnka þessar miklu rannsóknir, slaka þess á þessu og meðan þau voru að reyna að losa sig við lélegar eignir. Það var það sem mig grunaði. Ég get ekki, þú veist, ég er ekki með gögn fyrir því en ég get alveg fært rök fyrir því af hverju ég held þetta. Og síðan bara var þetta svona svolítið aðför gegn miklu rannsóknum og eftirliti og öllu svoleiðis, nema svo kom á móti að fólk var svo reitt, það var sjálf með veikbörn í Fossvogi, fólk sem er í þessum flokki. Og þá kom þrýstingur og þá kom það inn í borgarpólitíkina að þau voru að kenna, þú veist, meirhlutunum og það er alveg rétt að það var mikið klúður í miklu málum í borginni, alveg bara hryllilega mikið, en ég og er ennþá. En ég get sagt að Pírötur gerðu sitt allra besta og stigu eins mikið inn og þar gátu að bjarga því sem hægt var að bjarga, það er mín upplifun. Og þær tóku fundi með mér og fleirum og reyndu að koma þessum ferli inn, svo þetta sé ekki bara alltaf að giska að finna pjóli hverjum einasta skipti og síðan að það kom. En nú eru samt mismunandi, sko, það eru mismunandi ferli í gangi í mismunandi skólum. Þannig að stundum er verið að taka á hlutanum og stundum er verið að býða og flytja krakkana hinga og þangað og einhvern veginn verið að draga hlutina von og viti. Þannig að það eru svona aðeins mismunandi og foreldrar, það voru foreldrar hérna í mitt, hafa verið foreldrar úr miklu skólum sem hafa verið að taka sér saman og reyna að berjast í þessum málum, sko. Já, og ég hef verið í sambandi við nokkra hópa stundum. Þau fengið rannsóknir hjá mér og ráðgjöf og svona við bara í þessum og ég gerði einhvern tímann samrænt bréf til skóla, þú veist, sem hætti að vera að taka svona template og séðan breyta. En sko málið er að það sem við greindum, við sem að vorum að reyna að vinna í betrumbótum í þessum málum, var að það er næstu allir skólar og leikskólar upp til hópa voru með einhverju alvarlega miklu rakaskemmtir. Það var bara svo erfitt að horfast í augu við það. Þú veist, ekkert allir, kannski, þú veist, en rosalega mikið, meiri hluti, myndi ég segja. Og síðan spítalahúsnæði og mjög illa farið og félagslegt húsnæði. Það voru þessir 3 svona megin þræðir í opinberu húsnæði sem að okkur fannst bara alvarlegt, sko. Og mér finnst mikil breyting í skóla, þú veist, það er allt öðruvísi tekið á því ef grunin kemur upp á miklu núna heldur en fyrir 4 árum síðan. Það var bara, sko, og ég lendi í að vera bak við tjöldin í einum skóla, það var svo alvarlegt hvernig þau reyndu að hilma yfir þetta, að því þau voru hagsmunir þannig undir, að þau skipulagsbreyttu kennara í burtu og neituðu barnum skólavist undir öðru yfirskinni til þess að reyna að bjarga andlitinu sínu að meðan
til þess að reyna að verjast, þú veist, þetta eru svo ljótar aðgerir að því fólk bara fór oft í afneitun og fór oft svona í mótaðgerðir og mót okkur til þess að afneitun að það væri eitthvað ekkert að sjá hér, þú veist, það er ekkert að hér, að þetta, þau hugsaðu bara, þetta kostar svo mikið, ég lendi í vandræðum í vinnunni minni eða það er nú ekki svo mikið að rannsóknum fyrir þessu eða eitthvað, en það endaði með þessum skóla að þau þurftu að horfast augu við þetta að lokum og þau þurftu að loka heilli byggingu, hún var ónýtt en þau voru bara í afneitun mjög lengi, marga mánuði og þá voru börn farveik allan tíman, hann að illt í maganum, þau gátu ekki verið sokkum, það var svo heitt á tannum og eitthvað og svo reyndu þau að selja hann þessa byggingu, einhverju svona afslætti setnum sumar, þetta var svo brandari sko, á svona brunátsölu þú veist, og hérna en núna þá kemur, ég sé bara muninu eins og þólendur koma máli við mig þarna í Miðgarði í Garðabæ og sagði, þólið þú að vera inni, finnur þú ekki? Ég bara, jú, það er mjög þungt loftið inni, það er mjög mikill raki í loftinu og það er eins og sé efni, þú veist, en það er náttúrulega svo nýtt að geta verið útgöfun á efnum, en jú, ég finn fyrir óþægindum og þau bara, já, við getum ekki verið inni, þú veist, þessi viðkvæmustu og þau bara, ég þarf að flytja barnið mitt, sko, úr íþróttum, en ég get ekki þannig að því þá var ég komin umhverfisnefnd í Garðabæ, þá sendi ég bara strax post og útskýrði hvað við vorum að finna fyrir og hvernig við fyndist vanta upp á loftun hann inni, að loftræstikerfi var ekki sinnað í og svo kom ég ljós í samskiptum við hann að þau voru líka ennþá að vökva gervigrasið fyrir leikir. Já, þannig að það náttúrulega veldur rosa kannski uppgöfun. Og þeirra eru svona nýtt hús, það fara að lifa þeir lofta út, sko bara byggingaraki er ennþá mikill. Þannig að svo batnaði loftun hann mjög mikið eftir það, en þau fengu ykkur sérfræðing á staðinn sem síðan fundu, og það hafði flætt inn þarna. Já, ok. Þannig að fyrir sko, og ég hefði viljað, ég var bara ekki kjörin í neitt þá, ég gæti ekki sagt neitt þá, ég var ekki Garðabælistan þá, ég var ekki umhverfisnefnd þá, en ef ég hefði sinnt viðbröðum þá hefði bara fengið eflu strax í að meta hvað þyrfti að gera til að bregðast við. En svo kom ég ljós að það var sveppur hana, þú veist, einhver sem þarf líklega, og þau hefur búin að spritta á að mikið að núna. Mér finnst þetta loftun ekki alveg nógu góð en þá ég þarf kannski að tala við þau út af því, en svo ætlaði þau skiptum undirlega þarna einhver tíman. En svo bara, En bara svona að lokum, sko, ef að fólk er að finna fyrir einkennum og óttast að það sé eitthvað eða veit það og það getur leita til þess að samtaka þannig Já, samtaka áhrif umhverfis og heilsu. Það er líka bara mjög mikið upplýsingum á síðunni, bæði bara varandi ýmislegt, bara varandi rannsóknar, fyrstu viðbrögð, hvernig er þeir komið fjölöfna óþól og það er líka máli að hafa samband við samtök áhrif umhverfis og heilsu ef að það er loftmengun eða þú lendi mengunarslýsi eða eitthvað svoleiðis. Þá er bara fínt að hafa samband líka og auðvitað tilkynna bara til yfirvalda líka á svæðinu, þú veist, og hérna en svo er sko úrræðin sem við höfum í dag, það er náttúrulega það er að fá einhvers konar meðhöndlun hjá Endurheimt læknar, það er að tala bara við þólendahópin, það er til dæmis á Facebook hópur sem heitir þolendur rakaskemmda á myglu og þar er hægt að fá upplýsingar svona hvaða læknar eða heilbrigðismennta fólk er svona með einhverju kunnáttu. Og er ekkert svona algengt að fólk ennþá bara mæti einhverju tómleiti hjá læknum að það hafi ekki trú á því að þessi með þess og þessi veikindi. Jú, ég held að það sé alveg til, þú veist, en það er náttúrulega erfiðar að rífast þetta núna. Þetta er eins og þegar ég var með barnið mitt lítið, hann var litlu sem var svona veik og það var bara einn meldingarsérfræðingur barna held ég á höfuðborgarsvæðinu þá. Og ég var að tala svona góðgerðla og svona, hann ætla að bæta ráðgjafi og hann bara, já, það er nú einhverja kenningar að góðgerðlar hafa einhver svona hlutverk og þú veist, það var bara alveg, þú veist, en núna vitum við alveg, þetta er bara vísindi, þú veist, þú getur ekki sagt þetta núna, hann sagði þetta fyrir, þú veist, 7 árum síðan, þú segir þetta ekkert núna. Þannig eins með, þú veist, rakaskemmda myglu, þetta búið svo mikið í fréttunum, þetta var í krakkaskaupinu, þú veist, þetta er bara, þetta er allstaðar, nú er þetta miklu, þú veist, þetta er allt annað. Þetta er náttúrulega bara, það verður bara forvöldilegt að sjá, sko, hvernig þessi kynslóð sem núna er að vaxa úr grasi, sem er búin að vera í grassarandi myglu skólum, sko,
hvernig þau eftir að umgangast húsnæði eða hugsa opinbera byggingar í framtíðinni. Akkurat. Og eins og þetta núna, sko ég veit að það mjög margt ungt fólk alveg bara örvandi fullt að fá heimili, en sko eins og þetta núna þá þarf maður að passa sig að kaupa ekki köttin í sekknum og maður getur mist ævi allar fjármagni sitt í svona. Ég þekki fólk sem að lendi í, það eru einhvers konar sýking, einhvers konar termítar eða eitthvað, ég man ekki húsmöður eða eitthvað svo leiðis og mikla í húsnæðinu, en þau eru svo duglega að þau bara búin að reisa sig upp og nýtt og upp og svo öllu saman. En það var eiginlega engin, þú veist, skaði bættur, þetta svo rosalegt, bara það kaupandinn sem ber ábyrgð öllu, þannig að það skylda kaupanda að skoða eignina vel, þannig að ég mæla alltaf með því að það vera að kaupa eign, að fá ástandsskoðun og setja bara fyrirvar að það standist ástandsskoðun, meiri segja nýtt húsnæði, af því það fullt af nýbyggingum með göllum og svo mæli ég með því fólk eldi uppi verktaka sem hafa gott orðspor að byggja örugt og heilnæmt húsnæði og síðan bara já, ef það komið, ef það vit og svo bara svona umgengnis við húsnæði hafa alltaf smá loftun ef hægt ef það mikill rakin og baðherbergi hafa viftu sem hægt að kveikja á, þið vitið, eða eitthvað skona loftun og það sé ekki vöku inn veggjum og svona, það rosalega margt að gera og það meiri sér líka bætefnaráð og svona inn á samtökum áhrif umhverfis á heilsu síðunni, bætefnaráð fyrir fólk sem búið að lendi miklu veikindum þannig að það rosalega var mikið gaglegt þegar þetta var allt komið og orðið opinbert að því við vorum alltaf að handmata fólk einn í einu með einhverjum upplýsingum eða, þú veist, og þá var þetta svo mikil vinna og svo margi veikir Heyrðu, þakka kærlega fyrir komuna og að ræða þetta við okkur, þú ert alveg greinilega mikil upplýsingabrunnur og mikla reynslu takk fyrir það og erfiða reynslu af þessum málum þannig að ég bara óskar góðs gengis í framtíðinni. Takk, sem leiðis. Já, ég bara með það ánægilega að til hvers erfið reynsla og til hvers missir og veikindi og svona, nema ef það hægt að búa til eitthvað gott úr því, þannig að ég get alveg verið mjög sátt við hvað mikil meðvitund í dag og hvað fólk það vera, og þú veist, og eins og hvað búið að gera við marga skóla núna. Það mun alveg skila sér inn í kerfin sem auður, þú veist, heilsu auður og sparnaður á kostnaði. Þannig að, Takk fyrir. Takk fyrir, kærlega.